útsendingu tölvulistadeildarinnar í Marvel Rivals. Ég heiti Óli og ætla að vera með ykkur í kvöld ásamt Rúnari. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Gaman að fá að vera með þér hérna í kvöld. Æsi spennandi leikir. Og það eru 2 leikir á dagskrá í kvöld. Annars vegar það Grindavík Kjötun og svo fáum við SC og Hrottarnir á eftir. Byrjum á Grindavík Kjötun sem eru í Grindavík í 7. sæti og Kjötun í 7. sæti. Þessi lið eru með sama rekord 2-1 og 2-1, búið að tapa einu leik og vinna 2. Já, bara hnífjöfn eiginlega. Já, svo þetta er mikilvæg barátta að komast í úrslitin, að vera í topp 4. Þetta skiptir miklu máli að hafa þetta allt á hreinu. Já, mikilvægt að vera tilbúin líka fyrir öllu sem kemur í hverri viðureign fyrir sig. Já, algjörlega. Það eilítið hljóðvandamál á honum Rúnari. Það verið að laga þetta eins og við í þessum töluðu orðum. Ég held bara áfram. Já, Grindavík 7, Kjötun 7. Þetta eru lið sem við þekkjum bæði úr almenna bikarnum í Overwatch. Grindavík eru leikmenn samansettir úr liðum Berserkja og Musteri og Kjötun eru þetta bara sömu strákar og voru í Kjötun liðinu nema búið að bæta við þarna einum sýnist mér. Já, hafa samt bara haldist í hendur síðan þeir byrjuðu. Já, þetta eru bara nákvæmlega sami hópur. Bara strákar sem eru búnir að voru saman í menntaskóla og bara frábæri vinnir. Já, hafa bara fílað að spila saman og hafa þá bara haldið því. Já. Hafa ekkert verið að skipta á milli sín eða neitt. Hafa bara, þetta örugglega bara einn góðu vinahópur og vilja bara halda honum. Já, taka þátt í fleiri mótum og ég veit mér til þess að þeir hafa farið á svona alls konar LAN saman og bara halda greinlega mjög þéttur hópur. Já, sama má segja þetta hinum megin. Þetta systur samband Musteris og Berserkja. Já, einhvern veginn eftir að í Overwatch-deildinni að þar einhvern veginn sameinast þetta svolítið. Snella byrjar hérna að skipta yfir og þá fylgir það eiginlega bara yfir í Marvel. Að þar bara ég veit ekki hversu margir þeir eru sem koma úr Musteri en þeir eru allavega 3. Já, og þetta meirhluti Musteri og svo þetta Skiljagur og Keli. Já, og svo þetta Snella sem var Snella var einmitt í Musteri, skiptir yfir í Berserki. Já. Og þaðan fer hann yfir í þetta Grindavíkur lið. Við erum bara örugglega alveg á leiðin inn, leiðin að gera sér tilbúin og eins og í öllum öðrum umferðum eða lotum að þá random map nema það ekki endurtekið í sömu viðureign sama mappið. Nei. Liðin fá ekkert að velja, þau vita ekkert fyrir það bara, ok, þetta mapp uppi núna. Það ekkert að það undirbúa sig einhver sérstök möpp, einhver dratt, þú verður bara að vera góður á öllu. Já, þú verður bara að spila leikinn. Já. Það svolítið snýst bara það, að vera góður í leiknum með þinn svona bakgrunn líka. Vera tilbúin í hann bara og rífa, hvað maður segja, öll spilin úr rassvasanum. Það þýðir ekkert, við erum komin á stóra sviði, það ekkert verið að geima trompin núna, nú verður að nota allt saman. Já, bara allt hérna upp og á borðið. Já. Það eina leiðin. Þú mátt aldrei eiga vonaði að þú getur geymt eitthvað fyrir þig. Þú verður bara að byrja leikinn sterkt og fara alla leiðin í það. Já, ekki vera að taka sensin á því. Nei, það meina ef leið þú lendur 1-0 undir þá ertu í hættum líka með það bara að missa móral í liðinu þínu. Það getur bara reynst erfitt í restina af viðureigninni. Og það eru bara 5 lotur. Já. Þannig að það þýðir ekkert að byrja hægt eða ætla eitthvað að koma inn seinna eða eitthvað. Þú bara missir á lestinni. Já, bara hver vagninu eftir öðrum heldur áfram. Já. Og þarna sjáum við byrjum á Grindavík Kjötun og förum svo yfir í SC og Hrotta í kringum 8. Já, það fer allt eftir í hvað þessi viðureign löng. Já. En byrjum á Royal Palace X-Guard sem Domination. Sem sem sagt King of the Hill. Í raun og veru. Já. Og þarna sjáum við liðin velja áður en að þau fara yfir í bönnin. Gaman að sjá hvað liðin fá Kjötun byrja á að banna hetju. Þeir eru með klassíst
Já, Luna, þetta mjög algengt hjá jötunni mitt að banna Luna, þeir vilja ekki. Þetta ekki bara algengt yfir höfu? Jú, þeir eru Invisible Woman og Cloak oftar en ekki og Thunderbird vígalegur á Storm, þannig að þetta virkilega vel athugað hjá Grindavík sömuleiðis. Spurning hvað þeir verja hérna. Já, það ekki gott að segja hvort þeir taki, Hulk, það gæti verið Gamma kompið. Iron Man, Doctor Strange, Bruce Banner, Hulk. Ekki ólíklegt að Snella fari yfir á Iron Man. Þó að sé á Hulk núna þá... Já, það vitað að hann fílar að spila Iron Man mikið og á móti Magneto bjargað. Já, sem fyrir bárð sig. Sem einmitt hetja sem hann virkilega sterkur og spilar mjög mikið. Þá fáum við síðasta bannið hjá Kjötun, spurning hvort að þið hafi fattað að þetta væri Gamma kompið og taki út Doctor Strange. Nei, taka út Wolverine í staðinn. Og þá síðasta bannið hjá Grindavík. Og það Spider-Man. Pick your hero or villain. I'm not judging. Önnur hetja sem að Kjötun hafa mikið verið að vinna með Meta Dive, með Venom og Spider-Man. Oftar en ekki fá að sjá þá líka einmitt Black Panther eins og þeir eru á þarna núna. Samt bara eins og venjulega hjá Grindavík erum við bara að sjá Doctor Strange, Bruce Banner og svona, hvað maður að segja, mjög hratt spila teamcomp. Já, myndi ég segja. Það þú ert ekkert endilega að eigna þér mikið plás þegar þú ert að spila hratt á þessu kompi, en þú einhvern veginn byggir bara á því að þú finnir pick og farið þaðan áfram. Já, vilt svolítið setja upp spammið einmitt með Doktor og Moon Knight, lefa Moon Knight reyna að koma honum fyrir snemma þannig að hann geti byggt þetta ultimate sem að gera svo ótrúlega hratt hjá honum. Já, Moon Knight einmitt með hvað hraðasta ultcharge í leiknum bara. Já, Giljagur notar teleport strax, mjög sniðugt, reyna að koma sér fyrir á punktinum strax einmitt. Með flott high ground líka. Hreyrum setur niður í leiði strax til þess að koma smá armor á leiðið sitt. Sjáum að Giljagur með allt plássi hérna, þeir þurfa að reyna að íta í hann. B-maður reyna að íta á hann á þið þeng og nær svolítið að íta á honum aftur. Giljagur þarf svolítið að bakka hann, hrættur við þið þengarna. Barður Sigur mjög lágur, þarf sömu leiðis aðeins að hörfa. Við sýnist Grindavík vera aðeins með yfirráð á punktinum, en þið þurfa samt að passa sig á því af því að það mjög mikill skaði og þetta mjög fljótt að gerast. Kjötun standa bara keikir á punktinum og vilja fá Grindavík inn í sig og Grindavík svolítið bara hrættir við þetta. Taka reyndar út hann að bár sig, virkilega vel gert, komið fyrsta pickið í First Blood komið. Þeir mjög margir lágar að snella virkilega lág, nær einhvern veginn að halda sér í Hulk forms. Kemur út mjög snöggt út frá Magoo. Ætti að ná hérna niðurkongu, þetta gæti verið snöggt flip hérna til Grindavíkur, en fullt af úldum. Stúfur notar hérna Konsjú, nærendar engum með því en fær fullt af plassi á punktinum. Ennþá Kjötun að vinna upp prósentu á punktinum. Thunderbird tekur út hreiðum. Kili kaldi með 2 virkilega góð pick hérna með ultimatinu sínu. Hann nær að halda í lifandi ennþá, eða hvað? Alveg að missa það, sýnist mér. Jú, missti það núna, en fekk nógu mörg pick og þeir ná að snúa punktinu við. Mjög vel gert þarna hjá Grindavík. Virkilega mikið bara þannig að allt í járnum eins og það einhvern veginn allir bara að skjóta alla, að reyna að ná punktinum. Punkturinn endar í hag Kili kaldi með skotið þarna á Thunderbird. Þetta virkilega góð opnur þarna fyrir Grindavík. Þá kemur út snella með Hulk smash, nær út rafle leið. Kongur þarf að nota Invisible Woman ultimatið til þess að reyna að halda þeim á lífi. Kemur út hellinga ultum, Giljagur og
Maggu á sama tíma taka út Kong, Þing virkilega lágur. Giljakur með enn annað pikki þarna á Dr. Strange. Þetta virkilega erfitt að íta inn í þetta, það sem það þeir eru með svo mikið líf, þeir eru með svo mikið skaða. Þetta þegar að þú nærð að koma Bucky eða Winter Soldier fyrir ásamt Dr. Strange og Moon Knight, þá þetta bara hægra sagt en gert. Já, þá skaðinn skeður eiginlega bara. Þetta líka svo mikil kjarni þessi þrír, að það byggist allt í kringum þá svolítið. Þá fer B-maður inn, hann með Clobbering Time, spurning hvað hann gerir, hann að valda miklum skaða, Snella komin inn mjög djúpt þarna en að fá virkilega mikið heal, kemur út Amplifier frá Hreirim. Núna þurfa Kjötun annarkvort að drepa hann eða ná einhverjum pikkum hérna því vilja ekki íta inn á meðan að Amplifierin uppi, kemur út Ultimate frá Stúm, nær einhver Thunderbird hins vegar tekur út tvo einhvern veginn, Hreirim nær revive annan en Bárður Sig fylgir því eftir og það eingöngu 3 meðlimir Grindavíkur, 2 eftir. Núna Stúfur að reyna að sleppa, B-maður ætlar að elta hann alla leið inn í spawn, sér svo að hann fer aðeins of langt og fellur fyrir það. Þetta getur verið dýrkeypt fyrir Kjötun að missa einn tankinn sinn. Já, á sama tíma var Snella stakkaræður og þeir eru að spawn á svipum tíma, svoleiðis að þetta ætti að vera svipa. Thunderbird tekur út Stúf strax, Rafleirinn fellur fyrir Giljakur og þeir eru aftur orðnir 6 í liði Grindavíkur, þurfa að nýta, kemur út Infinite Ammo þarna frá Hreirim. Magneto ulti frá Bárður Sig tekur út Hreirim, þá stór hluti af healinu farið frá Grindavíkur. Núna þurfa pikkin að fylgja, en pikkin eru bara á hlið Grindavíkur, þau eru ekki að koma Kjötun megin. Raflega þarna með Ultimate nær engum, þeir ná að snúa því við og ég held ekki að komist nokkur maður Kjötun inn á punktinu. Þetta fyrsta round á X-Guard. Já, fyrsti punktur fyrir Grindavík. Já. Kjötun svolítið í strembu að koma sér inn á punktinn og ætla að standa það. Mér sýndist vera ekkert mikið plan eftir að þeir koma sér inn á punktinn. Þeir eru bara að koma sér þangað, standa þar, bíða og kannski vantar meiri ákvarðanatöku hvert hverjum þeir ætla að ná niður til þess að eigna sér meira pláss. Og þarna sjáum við bara að það eru fleiri dauðar hjá Kjötun og það erfitt að vinna þegar að andstæðingurinn að drepa þig oftar en þú drepur hann. Það svo sannarlega, en sjáum líka bara að supportarnir eða strategistarnir hjá Grindavík eru með flestu dauðana í þeirra liði, þannig að það kannski réttar ákvarðanir þar hjá Kjötun. Focus Fire, þeir eru að setja á réttum stað. Já, setja pressun á réttu skotmörkin, en það kannski smá sem að þarf að fylgja eftir. Já, halda áfram. Já. Þegar það kemur pikkið á eitt strategist, þá máttu bara hvergi gefa eftir, þú verður bara að halda áfram. Þarna fer Snella inn, Stúfur tekur út Raflega þarna strax og Kili kaldi fylgir eftir á Kong og núna þurfa Kjötun bara að bakka út. Grindavík ætti ekki að ná miklum prósentum á punktunum þar sem að þeir verða fljótir að koma aftur inn Kjötun. Þeir eru með Ultimate, sama má segja Grindavík þar sem að Snella getur farið inn virkilega djúpt og redda sér á því að vera með Ultimate á Hulk. Svo bara spurning hvort hann hreinlega þurfa að fara rosalega djúpt. Eða hvort hann fái bara að spila þar sem hann vilji spila. Já, fer hann inn á Rafle fær mikið heal, kemur út Amplifier frá Hreirim, Snella hann virkilega lágur hins vegar, Giljakur, þeir eru að taka virkilega mikinn skaða í liði Grindavíkur, einhvern veginn eru þeir að ná að halda sér á lífi, Hreirim reynda fellur hann Maggu núna, B-maður tekinn út á sama tíma, það ætti ekki að hafa neinn áhrif á Kjötun. Og Thunderbird fylgir þessu eftir með ultimatinu sínu þarna, smá style points, þetta var smá mont eða, ég veit ekki. Það eru stælar í honum. Það er hægt að rökra hvort að þetta hafi verið nauðsyn, en það skiptir engu máli, þetta var flott. Já, þetta var sýndarleiki. En bæði lið svolítið bara í sömu stöðu núna. Já, það aðeins eitt checkmark í boði hjá Kjötun, en það eru mjög mörg á leiðinni. Það eru
Það eru 5 í boði hjá Grindavík sem að bara eiginlega geta ekki tapa þessum fight. Kemur út hérna stemma frá Stúf. Nonnibonni fylgir því eftir með ultimatinu á Cloak and Dagger. Það er enginn að falla en það er virkilega mikill skaði hérna. Nonni stendur inn í búblunum sinni, er tekinn út fyrir rest. Snella og Giljakur með sitt hvort killið þarna. Maggu er að halda sig allan við að reyna að halda liðinu sínu á lífið þarna sem að virðist vera að ná að snúa punktinum við. Þetta er algjörlega að fara endana á milli hérna þegar að Thunderbird er tekið niður fyrir rest. Kjötun samt kom með 51% á meðan Grindavík er að detta í 45 hér. Kjötun nota 2 ultimate, Grindavík nota 3 eiginlega 4. Heyrir mig bara svo fljótur að byggja upp amplifierinn að þó hann hafi notað hann að ná hann, þá er hann komin 67% í hann aftur. Má eiginlega engum muna að Kemur og Giljakur hérna, notar útlýstið snemma, Snella fylgir í eftir á Rafli eða það fyrir fleiri kill hérna frá Grindavík sem að eru ekki að ná því. Er ídæðum reyndar hérna inn í herbyggi þar sem að Snella getur notað ultimatið og ætti að geta gert heljarinn skada hérna þar sem þeir eru allir lokaðir inn í ultimatinu. Þeir eru að hlaupa í burtu frá hann, Stúfur tekur út Thunderbird í öllu kaosinu sem að Snella er að búa til hérna fyrir liðið sitt. Kill kaldi sömu leiðið sem fylgja þetta, tekur út 2 og þetta núna þurfa Kjötun bara að bakka út þannig að þeir geti komist aftur inn því að þetta er á leiðin í Final Fight. Loka slag, 87% og telur. Núna þarf Kjötun virkilega bara að koma sér inn á punktinn og ætla svo að ákvæða hvað þeir vilja gera meira. Já, eru með 3 nánast 4 ultimate. Stúfur notar ultimatið sitt snemma hérna, er ekki að ná neinum, kemur út amplifier frá Hreirim, næra resta Giljakur í sömu leiðis. Rafli er virkilega velgerð, tekur út kollega sinna hérna, Kjela Kalda á Bökki, fer á Hreirim, tekur hann út líka. Stúfurindar er að reyna að ná sér tilbaka en við sýnist Kjötun vera að vinna þennan fight. Það er eingöngu Giljakur sem að fellur og við erum komin í overtime. Vel gert þarna hjá Kjötun að taka teleportinn inn á punktinn bara. Já. Ég fekk smá roll í smástund að ætla að gefa punktinn þegar við stóðu allir þarna inn í spáni en þá áttaði ég mig á því að það væri teleport í boði. Sama og Giljakur ætlar að gera núna. Gæti hins vegar verið dýrkeypt fyrir af því að þeir hafa tíma til þess að koma sér inn á punktinn. Fara beint inn á highgroundið, eru með fullt af ultimatum báðum megin. Giljakur notar ultimatið sitt, nær út Rafli. Keli Kaldi notar ultimatið sitt, núna þarf follow-up til þess að ná fleiri killum. Það er Cloak and Dagger ultimate á punktinum frá báðum liðum. Snella kom með annað ultimate en pikkin eru bara einfallega að falla Grindavíkur megin. Og þeir falla allir í liði Kjötun. Hvort það sé einhver einn lifandi þarna, nei, þetta er map 1. Map 1 fyrir Grindavík. Allt þarna á seinni punktunum var í járnum. Já. Það munaði engu að hvort liði fyrir sig hefði getað tekið þessa umferð. Bæði liðinni með taka teleportið inn á punktinn og ætla að gera eitthvað þaðan. Maggu með grísleiksins stóð sig eins og hetja. Algjörlega, virkilega góð framistæða þarna frá Maggu. Sjá, hann með næstu 23.000 healing. Nonnibonni á móti með 28.000. Já, þessi Cloak er alger bara, já. Hilbótela. Já, hún er það. Hefur það er þó nokkur skaði hjá Maggu. Já, Maggu með meiri skaða heldur en Nonni. Já. Kannski herlumunurinn þar á milli, hvað var þar sko grísleiksins, en ákvarðan að taka svolítið greinilega myndi ég segja. Já. Munur á milli liða í þessum tveimur fyrstu rándum. Það er svona herslumunur, þetta er ekki mikið, þetta eru nokkri fætar hér og þar. Ef að falla með Kjötun og þá erum við að horfa á allt aðra mynd. Já, eins og við sáum á fyrirpunktunum að það var bara eftirfylgd. Já. Að fylgja eftir leið og nærð einum, segjum að sé eins og var greinilega hjá þeim að þeir náðu pick á strategist.
Já. Það bara hvað mest mikilvægasta pickið sem þú getur fengið. Þar á leiðandi þarftu bara að halda áfram. Og það bara go. Þá verður bara að vera einhver einn aðili í liðinu sem að kallar næsta target og það bara áfram gakk. Og bara tvöfald. Já, það bara áfram gakk. Og sko þó að þú sért með 6 í liði og þú skilur einn eftir á punktinum til þess að ná punktinum, þá eiga hinni 5 að halda áfram og klára að hreinsa upp. Algjörlega. Leyfa þeim ekki að bakka inn í spawn eða nálægt og koma aftur áður en að þú tilbúinn. Algjörlega. Það má ekki gefa þeim sensin að því. Það erfitt stað að vera í og erfitt að komast út úr henni. En vonum bara þeirra vegna að þeir eigi til svar við því. Já, við förum á annað mapp eins og við segjum. Þetta allt handahófskennt. Það veit enginn hvað kemur næst fyrir en að poppar upp. Já, ekki fyrir en að kemur. Nei, ekki fyrir en að bara poppar upp í strákunum í lobbyinu. Já. Grindavík bara eilítið betri. Já, ég myndi segja það. Bara ákvarðanatakan var góð, jafnvel hjá báðum liðum. Ég get alveg sagt það. Já, últin voru fín hjá últnotkun var með verri, myndi ég segja, hjá Grindavík. Já. Þeir áttu til að nota 4 í einu, þurftu kannski ekki nema 2. Nei, en það líka það sama, sko, bara þú ert með kútakan þarna. Og það svona rafmagn svona í kring, skilurðu? Það svona, hann kallar, hann æpir á þig og þetta svo stutt. Þú færir svo kýtt í búndan bara. Þú ert með löngutöngina á 2-vaff og hina 2 rétt fyrir neðan. Já. Svo þetta örlítið hreyfing og þetta búin að... Já, þannig að við skiljum. Ekki það, ég ekki að segja, ég myndi örugglega að gera þetta líka. Jú, 100 en það samt ekki rétt ákvörðun. Nei, liðsfélaginn tekur 2 pikk með sín ultimati og þá bara, ég ekki minni maður, ég ætla ekki að meira. Ég ætla að ná 4. Já, þannig að það líka oft í svona leikjum. Það allt í játnum og milli liðsfélaga. Já, þú veist, þetta ultinir til að nota og þú veist, maður gleymir sér í mómentinu. Maður svo fókusaður bara, þú veist, ég ætla að nota ultimate þennan fight og svo bara byrjaru að ferðu inn í fightið, nota 2 ultimate á sama tíma og þú varst búin að ákveða bara ég ætla að nota ultimate og ítir á kútangan þó að fightið sé unnið af því að þú bara varst búin að ákveða það. Já, þú ferð inn í og þið, eins og maður segir, þá liðið kannski með eitthvað ákveðið plan og ætlar að gera það. Svo bætist allt í einu við 1 ult, kannski 2, en þá nota samt þessi 2 sem áttu að nota ultið sitt, nota þau líka. Já. Og það kannski ákveðið skipulag bara sem að hverfur út gluggan. Já, og í rauninu kemur bara með reynslu liðsins bara, spilatími. Já, treysta á plani sem að in-game líderinn setur upp fyrir liðið sitt. Við ætlum að nota þessu til ultimate, treysta bara þetta á að vera nóg. Já, þetta ákveðið traust og ákveðin samvinna sem að... Algjörlega, og við erum með 2 pikk, þurfum við að nota annað ultimate til þess að hreinsa upp, bara... Það þá líka allt til að spyrja. Já. Bara, þú veist, ef þú ert í miðjum leik að tala við liðsfélagina. Já. Hentu bara í spurninguna, þarf ég ult? Já. Eða þurfum við annað ult? Já, eða bara einmitt það sem að sá sem að á að ráða í liðinu, eða það eitthvað sem ræður, bara... Ekki meira. Já, bara segja stopp, þú veist, bara halda áfram að íta en ekki nota ultin. Já. Og það kannski eitthvað sem að vantaði þarna hjá Kjötun. Það þessi eini sem að stjórnar og segir bara við höldum áfram. Já. Þá höfum við líka ekki séð áðan þegar að B-maður fór hérna lengra inn, fjall að því hann var að reyna að ná snella. Einmitt. Og það kom aftan að þeim. Já. Þetta allt samkvæmt uppskrift. Nákvæmlega eins og við sáum í byrjun. Jöp, Storm og Luna Snow. Spurning hvort við fáum ekki bara Bruce Banner núna líka. Já, Bruce Banner eða... Já, ég hugsa það. Nei. Ha? Cloak and Dagger. Mest spilaði support strategisti hjá Kjötun. Protectaður af andstæðingum. Ok. Spes, en sjáum til. Sjáum hvað Kjötun gera í þessu núna. Ætla þeir þá að bjarga Magneto. Vilja hafa bárð á Magneto. Var Magnetoinn að
borga sig það mikið fyrir þá að nota björgunina í hann? Ég veit það ekki, það væri spurning hvort að henni væri betur, já, en banna Doctor Strange, já, þetta þá gæti Magneto komið á sinn heimavöll. Já. Af því að, sko, ég myndi eiginlega segja það að allt sem Doctor Strange gerir, allt sem Magneto gerir Doctor Strange betur. Já. Nema að lifa af Wolverine, það eina. Magneto er á nefa besti counter fyrir Wolverine. Nú þekki ég ekki hvort að liðin séu að spila Wolverine. Þetta reyndar veit ég að bæði lið hafa verið að vinna með Mr. Fantastic. Já, bæði hafa verið að vinna með og þetta finnst mér líka kannski bara svolítið árás á hann Kjela kalda. Já, að sömuleiðis, nú mann ég ekki hvort það er hjá hvort dúlistina er hjá Kjötun sem að hefur verið að pikka Mr. Fantastic og ekki fengið að gera mikið á því að því að hann hefur verið svolítið bannaður. Ég ætla að sé ekki Thunderbird held ég, en ég ætla ekki að sverja fyrir það. Sjáum að það er mjög varnarsinnað hjá Grindavík. Mjög svo. Magneto, Penny Parker, sko Moon Knight, Rocket, þetta er... Já, Rocket, Cloak and Dagger og hérna... Bucky eða Winter Soldier. Já, ég myndi eiginlega segja sko að það sé Cloak and Dagger, Rocket og Penny Parker sem eru undirstöðlinn að svona, hvað maður segja, varnarlega séð. Já, búa þeir hérna kannski svolítið stjórna svæðinu og minka svolítið mappið fyrir Moon Knight til þess að henda inn einu makk og þrengja mappið og þá er Moon Knight á heimavelli og þetta er svolítið bara svona komið í okkur ef þið þorið komp hjá Grindavík. Ég er að fíla það, sjáum hvort að Kjötun séu nógu ákveðnir, hvort þeir fari nógu hratt og ákveðið inn í þetta, hvernig þeir ætla að gera það. Þeir eru ekki með dive, þeir eru með svona eilítið svipað og þeir voru með áðan bara, ef ekki nákvæmlega það sama, nema Rafli er komin yfir á Invisible Woman og Thunderbird er núna á Bucky eða Winter Soldier. Thunderbird að setja mikla pressu þarna á Stúf en á sama tíma tekur Kili Kaldi út B-mann og þá þurfa þeir einfaldlega að bakka. Bárður sig nota búbluna til þess að reyna að halda sér á lífi lengur en er bara virkilega illa stattur þarna inn í liði Grindavíkur, nær að bakka út þarna, vel gert hjá liðinu að hjálpa honum þarna að búa að píla fyrir hann og koma honum út. Sjáum það Kili Kaldi og Maggu og Stúfur eru allir alveg að detta í út og Kili Kaldi með annað entry pick hérna hjá Grindavík en tekin þetta út þarna af Thunderbird kollega sínum á sömu hiti, færandi að resta þarna frá Hreirim. Maggu notar ultimate sitt áður en að Bárður sig komið með úti til þess að cancela honum og tekur út Nonnabonna og Rafli sömu leiðis og þá er engin strategist eftir í liði Kjötun og þeir þurfa bara að bakka. Núna held ég að þessi komið í þannig stöðu að Thunderbird ætti bara að játa sig sigurinn, allir að grúpa upp og ákveða að fara inn saman, jafnvel reyna að taka einn liðsfætt þar sem að þeir nota engin úr á þegar þeir ættu nú að vita að Grindavík eru með 5 úr í boði. Það er að reyna bara að neyða eitthvað þeim út og fara svo inn. Sjáum þeir skipta yfir í Spider-Man Venom kombóið. Kjötun ætla að fara að dæfa svolítið og einmitt kemur Bárður sig inn, gerir mikinn skaða sömuleiðis en Gúman er bara eitthvað tekið niður af Giljagur á Penny Parker. Kemur Moon Knight út, er að setja mikinn skaða niður, nær engum, snella þarna tekur út Thunderbird og pikkin eru einfaldlega engin að falla með Grindavík. Nei, Kjötun segi ég ennþá. En sjáum samt að fyrir þennan fætt átti Kjötun 2 últ. Núna eru þeir að verða konum með 4 og Grindavík einungis með 2. Já, þetta var fín fjárfesting hjá þeim síðasti fætt, setja sig upp fyrir árangur núna ef þeir ná að fylgja þessu eftir. Spurning hvað þeir gera hérna þegar að Gúman ákveður að taka af skari en er bara einfaldlega tekin út af Kjela Kalda. Bárður Sigurðar tekur út Maggu og þetta er stærra pikkarna fyrir Kjötun ef þeir ná að fylgja þessu eftir en þá bara er ressið hjá Hreirim er svo ótrúlega sterkt. Giljagur
setur út últið sitt, stunnaður hérna í augnablik. Amplifier út frá Hreirim, Stúfur notar ultimatið, Maggur notar ultimatið. Það eru öll ultimatin að koma út hjá Grindavík, en það enginn að deyja í liði Kjötun ennþá. Allir hins vegar eru að falla hjá Grindavík. Virkilega vel gert að standa þarna örskriðuna af sér í Kjötun. Þetta voru 4 ultimate þarna á sama bara sömu sekundu þarna frá Grindavík, en það fellur enginn í liði Kjötun og þeir ná fyrsta punkt. Últið frá Nonnabonna hafði mikið að segja það að liðið hans bara gat staðið og tekið öllu sem kom, en Keli Kaldi hins vegar með Winter Soldier ult á móti Winter Soldier hjá Thunderbird. Bara núna þetta hvort fær meira fyrir sinn snúð. Já, hver tekur af skarið fyrst? Ég veit ekki hvort þetta sé sá sem þú vilt vera að fæta við hérna Keli, en Stúfur tekinn út, Relay Beacon farin frá Hreirum núna. Þeir eru 6-6 en þeir eru ekki með þetta á bakvið sig. Keli Kaldi tekur hérna út Gúma, tekur út bara Venomið þarna, fer inn og Keli Kaldi og báðir nota ultimate á nákvæmlega sömu tíma. Spurning hvort að ykkur nær. Thunderbird að ná helling þarna, Keli Kaldi ekki að ná resetinu sínu, en á sama tíma eru 2 sem að falla og þetta eru 4 á móti 4 hérna á punktinum. Leiðilegt fyrir Kela Kalda hérna að hitta einungist The Thing hjá B-mannum. Virkilega flott bodyblock þarna hjá B-manninum. Maggu hins vegar tekur hann hérna út. Bárður sig, tekur út Stúf sömu leiðis, fellur fyrir Hreirim komin yfir á loka, kemur út snella pikkin ennþá að falla með Grindavík. Punkturinn aðeins á hreyfingur endar fyrir Kjötun, en þeir verða einfallega bara bakka út. Ráli kemst út lifandi. Hreirim kominn á loka og kom með últið þar til í þokkabót. Já, getum við fengið tvöfalt Cloak and Dagger ultimate hérna frá Hreirim og Maggu í þessum fight. Gúman fer inn, taka út Stúf, virkilega gott æf hérna hjá Borði, og Gúman bara á Penny Parker. Ættu kannski að reyna að setja upp á eitthvað annað target. Nonnibonni fer út á Cloak and Dagger. Býr þér virkilega mikið pláss þarna fyrir liðið sitt, neyðir Hreirim til dæmis til þess að bakka frá sínu liði, og þarna Stúfur einfallega Maggu alltof framalega. Spurning hvort að þeir ná að fylgja því eftir. Clobbering Time frá The Thing tekur út Kela Kalda sem var nýbúinn að nota ultimate sitt, nær aftur engu þarna fyrir sinn snúð. Rafli með ultimate geti verið virkilega mikilvægt þetta, þeir eru einhverjum 20 sekundur eftir af þessu rándi, en saman tíma eru Keli og Gillekur hinum megin með ultimate. Spurning hvort að Hreirim einmitt kopjar þarna Maggu og notar Cloak and Dagger ultimate. Rafli svarar með sínu, kemur þá út frá Thunderbird, tekinn út leið, nær reynda Maggu, en tekinn út fyrir vikið, og þetta 4 á móti 4. Annað pikk, 3 núna eftir hjá Grindavík. Spurning hvort að þeir þurfi einfallega að bakka hérna aðeins eftir að þeir fái inn fleiri, eða hvort að snella einfallega bara taki hérna ekki noti einmitt ultimate á Magneto, sjá spurning hvort að nær B-manninu með því sem var hérna virkilega lágur á punktunum, fylgir því eftir á bara sig, og þetta virðist vera að klára þetta fyrir Grindavík. Flott vörn á öðrum punkt. Virkilega fallega gert þarna í lokin, þar sem að Hreirim bara hreinlega stendur lengst fyrir aftan og heldur öllu liðinu sinu uppi, ásamt því að nota duplicate eða copy á Cloak and Dagger. Nota þar alveg Cloak and Dagger bara, og það getur enginn fallið í hans liði. Nei, það er ekki hægt. Svo lengi svo stendur inni, þá getur ekki fallið nema bara af Magneto steininum. Já, þá þarftu bara eitthvað one shot combo í raun og veru, eitthvað sem virkilega mikill skaði á mjög stuttum tíma. Já, bara á millisekundu. Já. En sjáum við, Hreirim strax búinn að setja inn loka, ætla greinilega að halda þessu áfram. Keli Kaldi með flest final hits í lobbyinu eins og sá Nonnabonna deyr einu sinni og með 20.000 healing
Já, og meðan Hreyrim var það ekki á Cloak&Dagger þar á undan. Það var Maggu á Cloak&Dagger og kom með 14.000. Já. Þannig að þar munar 6.000 healing á milli. Þetta strategisti sem þú vilt hafa á bakvið þig sem að hvorki deyr og heldur öllum á lífi bara. Já. Bara pumpar út heali. Já, hann deyr ekki og leifir engum öðrum deyja. Já. Nákvæmlega eins og strategy starfið á að vera gert. Einmitt. Kjötun fara yfir einmitt á þetta Venom Spider-Man sem hefur verið virkilega gott fyrir þá í tölvulista deildinni. Þetta tímabili þeir hafa verið að dæfa virkilega vel. Sjá Grindavík fá bara að lappa hérna á strandlínu alla leið. Bárður sig, tekur út stúf. Einhvern veginn þarna. Núna þarf að koma pikk frá Bárður sig, fylgir í eftir á Hreyrim. Stúfur segir hingað ekki lengra, fer yfir á Namor. Maggu tekur út Bárð. Thunderbird, þeir eru ennþá að ná pikkum hérna Kjötun. Spurning hvort að hvenær no sé no hjá Grindavík, hvort að þeir fari ekki bara að resetta hérna, reyna að ná í smá útcharge og það kemur núna að fyrst að allir fjallu en útcharge Kjötun í hag, svo sannarlega. Já. Þannig að Kjötun í góðri stöðu hérna til þess að ætla að halda þessum punkti fyrir sjálfan sig lengur. Allavega eitthvað lengra. Það í rauninni með hennar fyrsta punkt. Þetta ég held ég hafi aldrei séð neitt ekki ná honum. Þannig að þetta svolítið bara að þú ert að kaupa eins mikinn tíma og þú mögulega getur. Já. Munurinn á liðinu þarf að vera full mikill til að, og Rafli tekur hann út Maggu á Invisible Woman, reyndar Hreyrim. Nennir ekki að fá þessi dive frá Spider-Man og tekur út Bár sig en að taka virkilega mikla pressu þarna eins og frá Guman og tekið niður fyrir rest. Kemur Clopperin Time báðu megin og B-maður tekur út 2 og Thunderbird sömuleiðis tekur út 1 þarna, virkilega vel gert. Reyndar nótu Grindavík bara 1 ult á móti 2 frá Kjötun þar sem að einmitt á vörninni þarftu að getur ekki tekið sénsinn, þarf það ofta fjárfesta meiru en minna. Fylgja því eftir. Já. Af því að þetta svo fín lína, ef þú fylgir ekki eftir að þá getur þú tapa punktinum, ef þú fylgir eftir þá getur þú tapa honum næst. Já. En yfirleitt fer maður bara fyrir seinni valkostinn og bara eyðir öllu svo getur til þess að halda punktinum. Snella, virkilega mikill skaði þarna, þarf að bakka, standa sér af sér skaðan og Guman og Bárður sig fara inn, ná út Kjela kalda, Snella setur ultimatið sitt þarna inn í Maggu ringin. Rafli svarar sömuleiðis og þeir þurfa einfallega að bakka. Hreyrim reyndar afritar þarna Maggu á Invisible Woman og svarar með ultimatinu sínu, vel gert þarna, heldur öllum liðsmönnum Grindavíkur á lífi en þeir þurfa að halda áfram og koma sér inn á punktinn sömuleiðis og þá kemur Nonniboni með ultimatið sitt til þess að reyna að halda þeim öllum á lífi. Kili kaldi fyrir inn á Guman, ekki mjög gott target þar sem að hann bara með svo mikið survivability þarna en Kili þurfti eitthvað að gera þar sem að það eru allt að verða búið og sjáum það að B-maður og Guman eru með ultimate, engin ultimate í boði, nána skilja ykkur. Já, Kjötun svo sannarlega að spila vel hérna á vörninni, bara nýta allt. Ég get ekki sagt neitt annað, þeir eru bara að nýta allt eins mikið og þeir geta. Já, virkilega bara vel uppsett hjá þeim og eins og sjáum núna, 15 sekúndur eftir á klukkunni. Já, kemur út Venom út frá Guman og Thunderbird fylgir eftir. Kili kaldið skiptir hann yfir á pönnu sér en tekin út leið. Maggu virkilega lári tekin út. Thunderbird reyndar fellur en það ætti ekki að skipta máli eða hvað. Guman ennþá að. Þeir komast inn á punktinn, sjáum að Maggu og Hreyrim eru komin upp á hæggrandi, að reyna að halda öllum á lífi en það svo ótrúlega mikill skaði hjá liðsmönnum Kjötun á punktinum að það bara, þeir geta ekki haldið þeim á lífi þrátt fyrir að fá að vera upp á hæggrandinu án þess að taka á sig nokkra pressu. Og þá kemur ultimatið hérna frá Bárður sig, tekur út Maggu og fylgja því eftir Thunderbird. Þetta Hreyrim eftir, getur ekki mikið gert þarna, 1 á móti 6 og Snella ult í spáni að því að rándið að búið hvort
Þetta var eiginlega bara sýnikensla á það hvernig þú átt að spila vörnina á þessum punkti. Já, punkti sem að eiginlega bara tímaspilsmál hvenær fellur ekki hvort. Er yfirleitt alltaf náð. Já. Og B-maður með góða framistöðu á 25-5. Ekkert hægt að kvarta undan þessum manni að þessu sinni. Nei. Sá var líka 3 í tveggjastafa tölu í final hit hjá Kjötun. Þetta ekki 1 eða 2 sem eru að sjá þetta. Þetta liðsframlag í liðs. Þetta liðsheild. Já. Bara, ég vel líka bara segja, frá fyrsta mappi og núna á þessu, þá var þetta bara eiginlega sikkvort liðið. Algjörlega, mér fannst þeir haldast betur í hendur þarna og spila bara öllum sínum spilum fram á borðið. Já, eins og við töluðum bara þessi herslumunur sem fjall með Grindavík. Fjall ekki með Grindavík og fjall með Kjötun og þá bara eru sviptingar í þessu, þetta fljótt að breytast. Það ekkert á milli þessara liða. Þau eru virkilega... Sjáum mitt horfið á tölurnar, þær eru rosalega svipaðar. Já. Að bara að þessu sinni eru Já, það sem öllu máli skiptir Nonniboni deyr einu sinni og Rafli deyr 2. Já. Á meðan að Hreiðrim 5 og Maggu 9. Já. Ég leyfi mér nánast að segja að þetta hafi einfallega verið leikurinn. Já, Keli Kaldi þarna líka kannski aðeins eftir á fellur 10 sinnum. Já. Það ekki nógu gott. Nei, hann var að taka virkilega mikla pressu frá þeir gera þetta virkilega vel Guðmann og Bárður sig á Spiderman og Venom. Það erfitt að lifa þetta af. Þeir setja mikla pressu á því að fara inn. Það líka ekkert hlaupið að því að þegar Venom 1 hann 600 eða 700 health þegar hann fer á þig þegar þú 250 eða 300. Það bara ekkert hlaupið að því. Já, og svo hann 100, svo gerir þú 500-600 við hann og þá ítir hann á E og þá fer hann allt tilbaka. Já. Og þá þú kannski með 50 eftir og þurftur bara 1 skot til þess að drepa hann en hann fær bara... Já, en þá þarf það allt í einu 20 aftur. Já, þannig að þetta já, og þá kannski Spiderman einhvers staðar í bakvið að kýtla þig á sama tíma. Já, og bara klórar í bakkan. Já. Það sem að Venom næri ekki að klára, það kemur Spiderman og klárar fyrir hann. Algjörlega. Það hvernig þetta á að vera spilað og þeir gerðu það bara nákvæmlega. Já, Venom tekur athyglinna og Spiderman kemur og hreinsar upp. Þetta var bara nákvæmlega eins og ég sagði, þetta var bara sýnikensla fannst mér. Já, spurning hvort að Grindavík breyti til. Hvort að Grindavík fari núna ekki bara að banna þetta. Já, fara að banna kannski Spiderman og þá fær Venom kannski ekki öll pikkin sem hann á að fá. Já. Og öfugt eða öfugt og banna Venom og Spiderman fær þá engan til þess að dæfa með sér. Endar einn á báti og já, fá bara einfallega ekki smikið fyrir það sem að það bara erfiðar að ná einhverju. Já, sækist eftir öllu en fær ekki neitt. Já. Kannski svolítið svoleiðis. En flott staða núna hjá Kjötun að hafa fundið þessa yfirhönd eftir þessa umferð að mér finnst þeir svolítið kannski við innkomu í næsta map finnst mér þeir stjórna hraðanum. Já, þeir geta svolítið sett tempóið. Já, Grindavík núna kannski svolítið að hugsa það hvernig þeir eiga að bregðast við. Já. Og meðan Kjötun alveg örugglega bara við ætlum að halda þessu áfram. Já. Þetta virkaði mjög vel og við ætlum bara að hamra. Algjörlega. Hamra járnið. Engin ástæða til annars. Nei. Verður einmitt gaman að sjá bönnin. Já. Það verður spennandi að sjá bönnin hjá Grindavík. Ég nokkuð vissum að Kjötun heldur áfram Lúna. Eina sem að ég held að breytist hjá Kjötun núna hverjum þeir bjarga. Já, mögulega. Ég held að það muni breytast núna eftir að þeir fundu þetta sem að virka þetta vel á móti Grindavík. Já, og við förum á Hall of Dahlia sem Convergence eða Escort eða Payload. Já, vagnin. Vagnin, já. Þeysivagnin. Þeysivagnin. Nei, býttu nú við. Þá fær Kjötun einmitt enn og aftur að banna fyrst og það Luna Snow. Þetta breytist ekki. If it ain't broke, don't fix it. Já, ég meina það engin ástæði til þess að breyta til Storm einmitt áfram. Þrumufuglinn fær ekki að spila þrumudísina. Það bara eitthvað sem við værum alveg til í að fá að sjá Thunderbird á þrumuguðinum sjálfum eða dísinni.
fáum ekki. Og Mr. Fantastic verndaður af kjötun. Já, Thunderbird grinnlega vill fara á Mr. Fantastic. Og doktorinn hinum megin. Ég veit ekki alveg hvað ég á að vera að halda núna ef að kjötun ætlar að breyta þetta mikið til eftir að hafa unnið síðustu umferð. Já, sérstaklega það sem við vorum að tala þeir eru ekkert að gera í ekki nema að það komi út bann núna á Venom eða Spider-Man, já. Já, Spider-Man tekin út, en fyrir það hefði að mínum að kjötun bara átt að halda sig við það sama. Ekki það, þeir eru náttúrulega með helmingin ennþá eins að, nei, heyrðu, Gúman. Já, þetta bara, sko, ef þú verndar þarna Spider-Man eða Venom í staðin fyrir Mr. Fantastic, þá bannar hvort þið þá bannar hann hinn aðeins. Þá bannar Grindavík hvort hinn og þá ertu búin að eyða vörnin í ekki neitt raun og veru. Já, kannski að þessu sinni óhefnilegt þá að vera ekki að banna eftir á. Já. Að fá að banna og síðan verja þeir hinnir og síðan verja þeir og banna. En það bara mjög klassískt Grindavík. Rosa svipað hjá kjötun hvað þeir ætla að halda í DPS-arnir breyta til en restin eins. Já. Grindavík komið aftur á svona, hvað maður að segja, varnarhefi. Já, Giljagur þarna fer af doktorinum. Já, yfir á Penny Parker. Já, sem auðvitað virkilega sterk hetja í vörn. Já, og sérstaklega á þessu mappi. Já. Hún gríðarlega sterk hér þar sem að þú kemst eiginlega bara inn á punktinn á 2 mögulegum. Já, þú getur 3, já. Ég myndi segja þessu svona aðalega 2 leiðir sem að fólk að labba til þess að komast inn á punktinn og Penny Parker getur eiginlega haldið báðum á sama tíma. Já. Koma sér fyrir hérna á hæggrandið. Thunderbird að skjóta hérna yfir punktinn, reyna að koma inn einhverjum skaða. Fyrsti fætinn fer alltaf bara í það að safna prósentu eða Thunderbird fer á snella, ég veit ekki alveg. Annar aðilinn með aðeins meira líf þarna í þessari baráttu. Að vísu fjarlægðan hann svolítið frá liðinu sinu. Já. Bárður sig tekur út hreirim þarna einhvern veginn, virkilega vel gert hjá Vanguardinum þarna í kjötun. Snella hins vegar svarar fyrir sig og tekur út Thunderbird. Bárður sig raflega 4-4. Hreirim hlýtur að vera alveg að koma þegar Maggu þarf að nota ultimate á punktinum til þess að reyna að halda sínu liði á lífi. Nonniboni ákveður að gera það sama. Snella notar ultimate, hittir ekki Nonnabona þarna. Mjög nálægt í enga síður. Bárður sig með pikki á stúf, BMR Snella, þetta ætti að vera punkturinn fyrir kjötun. Það svo sannarlega og já, tiltölulega auðvelt fyrir kjötun. Já. Þeir svolítið eignuðu sér bara pláss, Snella þarna óheppin að vera á slæmum stað. Að Gúman einfallega labbaði bara á hann. Þar með var það svolítið fallið. Nú þurfa kjötun að halda áfram eins og B-maðurinn að reyna að gera. Kemur út, amplifier frá hreirim, lætur þá bakka aðeins, Giljagur tekur út B-manninn og núna snýst þetta algjörlega við og þá eru Grindavík að hlaupa niður liðsmenn kjötun og þeir eru allir að falla. Sjáum það samt að sko kjötun aftur í betri últstöðu heldur en Grindavík. Já. Þrátt fyrir að Grindavík þarna notaði bara 1 últ til þess að stoppa en svona tæknilega séð var það bara einu og mikið. Upp á stöðuna að gera allavega. Keli kaldi þarna reyndi að toga einhvern inn en náði ekki þetta skipti. Tekur mikla pressu að færa þarna búbluna frá Snella, bjargað og eru hellingur af últum að koma hérna út. 3 últakar hjá kjötun, 4. Grindavík sömuleiðis að nota. Thunderbird bara að vinna verk hérna á þessum Winter Soldier eða Bucky eins og hann oftar kallaður.
og þeir eru alltaf inn í spawn, ættu að hörfa núna. Það einhver á punktinum. Þeir eignuðu sér mikið pláss með því að íta svona og þar af leiðandi kemst vagninn bara lengra. Grindavík komið aðeins á afturfætuna að ætla að stoppa þetta núna en hafa góð tól til þess að stoppa samt sem áður. Keli Kaldi taka virkilega mikið skaðna, bjargað af strategistunum sínum. Þá kemur út amplifierinn frá Hreirim. Bárður sig tekur út Hreirim hins vegar og Maggu þarf þá að nota ultimati til þess að halda sínu liði á lífi þar sem hann einu supportið sem lifandi. Keli Kaldi tekur út Bárður sig, Nonniboni svarar með ultimatinu sínu og snölla hittir hann þarna, tekur hann út og pikkin eru að falla með Grindavík og þeir eru að ná þessu í þetta skipti. Flott hjá Grindavík að ná að stoppa það þarna. Já, dýrkeypt fyrir bæði lið. Já, og þá það alltaf betra að vera lið sem að endar á því að vinna. Já, dýrafætt. Þegar það mikið notað í fæti þá vilt þú vera liðið sem kemur út á toppnum. Já. Nota einu úti meira og vinna. Stúfur með flott Moonlight út þegar að þig kemur. Þægilegt að hafa hér. Kemur út klópurinn frá B-manninum. Gillekur hérna með Aya Wakamoto. Snella fylgir rétt í Keli Kaldi sömu leiðis. Þetta mögulega byrjunin af stoppinu hjá Grindavík. Já, mér svona sýnist það. Kjötun notuðu þarna 1 ult eða 2 næstum. Að það bara staðan sem að Grindavík vildi koma þeim í. Kjötun núna verða komið 4 en Grindavík bara 1, kannski 2, 3. En Thunderbird tekur út Stú, virkilega vel gert, tóka hann hérna inn í sig og fer inn með ultimatið á Maggu. Maggu að fá virkilega mikla hjálp hérna frá Hreirim til þess að halda sér á lífi og ná að cancela út hérna ultinu frá Thunderbird og Keli restaður sömu leiðis en það virkilega mikill skaði á leiðinu inn hérna hjá Kjötun en Grindavík að fá pikkinn og þá kemur út amplifierinn frá Hreirim. Hellingur af ultum sömu leiðis, Bárður sig tekur út 2 með ultimatinu sínu þarna. Gillekur á punktinum að reyna að klóra í bakka fyrir sitt lið, reynir að ná einhverju snella sömu leiðis og Maggu kemur klópurinn frá B-manninum, nær hann einhverjum þarna, þeir eru 2 á punktinum og Hreirim svo hérna að reyna að halda þeim á lífi fyrir ofan þegar dúlistarnir koma inn og þá kemur bara Stúfur með ultimatið og þetta ætti að vera komið hérna hjá Grindavík. Spurning bara að hreinsa upp þessi kill, nær Góman einhverjum, nei, svarið Thunderbird ekki heldur og Keli Kaldi þarna með 2 með ultimatinu. Nonniboni kemst inn á punktinn en það skiptir engu máli, Ráli sömuleiðis, punkturinn stoppaður. Þetta var eins og ég sagði, gott fyrir Stúf að eiga Moonlight ult þarna í lokin. Já. Að það bara tekur svo mikið pláss. Þú getur ekkert leyft þér að standa inn í honum og ætla svo bakka út. Nei. Heldur bara leið og hann notar það þá þarf það að bakka af punktinu. Já, og setur það bara á allan punktinn og... Já, það nefnilega nógu stórt til þess að taka allan punktinn út af fyrir sig. Já. Þannig að þetta var í rauninni bara spursmál það að Stúfur gæfi sér virkilega tíma í að miða ultinu á punktinn. Já. Ná að staðsetja það akkurat eins og hann vildi hafa það. Já, þannig að enginn geti sníklað sér á eitt hornið á punktinum án þess að vera inn í ultinu. Nákvæmlega. Kannski lítið breytingar. Hvað, Bárður sig kominn á grút? Já. Eina breytingin Thunderbird á Moonlight sömuleiðis. Já, annars staðan bara eins. Já, Grindavík heldur þessu nákvæmlega eins og þeir enduðu með þetta síðasta ránd. Góman ætlar að halda áfram á Mr. Fantastic, hefur ekki verið að fá mjög mikið value að mínu mati úr þessum Fantastic, eins og sérst þarna 1 final hit, 7 elims, 5 death.
gaman að sjá hvort að Mr. Fantastic virki betur í vörninni heldur en í sókninni og það teleport frá Gilligaur sem ætlar að setja það á beint á nonnabonna. Já. Og B-maðurinn kemur sér yfir. Þeir fara allir niður af hægrandinu kjötun og koma sér niður fyrir hérna á punktunum í staðinn. Bárður sig að púlaður inn hérna af Kjella Kaldan, náður að fylgja þessu eftir. Thunderbird sama tíma, tekur út stúf einhvern veginn í Moon Knight dúlinu. Gúman kominn hérna, á flankinu á bakvið og Kjeli Kaldi var sig, vill ekki fá einhvern í bakið á sér. Liðsmenn Grindavíkur ennþá að bíða eftir þessum pikkum sem þeir þurfa áður en að þeir fara að færa fólk inn á punktinn. Styttist í Ultimate þarna þegar Hreirim fellur sem einmitt komin með Ultimate fyrir Grindavík sem hefði getað farið með þetta og þeir þurfa mögulega að resetti hérna að taka full langan tíma að klára þennan fight. Gúman algjörlega að tróða sokk ofan í okkur að þessi Mr. Fantastic væri ekki að virka ennþá allavega. Já, hann lét okkur bara éta okkar einn orð. Já, sem nákvæmlega það sem við viljum fá að sjá þegar maður aðeins að íta í þessa stráka stelpur sem að keppna þessa keppendur, þegar maður aðeins að íta á þá vill maður algjörlega að fá. Þegar maður setja aðeins út á þá mjög gaman að fá bara svona, já, heyrðu, nei þú? Já. En bæðilið í fínni stöðu. Já, og fjárfesting, já, í Ult Economy, þetta verður mjög mikilvægt fyrir Ult Economy þessi næsti fight og gerir þarna ekki að Thunderbird nema að tefja á aðeins og fellur hins vegar sömuleiðis. Óheppinn þarna Thunderbird fekk ekkert. Kjeli Kaldi með ult á B-manninn eingöngu og sem að bara lifir þetta af. Raflið setur þarna út ultimatið á punktinum til þess að hjálpa. Hreirim setur út ultimatið sömuleiðis. Stúfur með 4 þarna, einhvern veginn á 5 á 0-1. Stúfur með punktinn fyrir Grindavík. Takk fyrir Stúfur. Nú held ég að Stúfur sé bara orðið pínu illt í bakinu. Já. Það bara verður að segjast eins og Hvers konar bakpoka ætli hann hafi sé með? Mér langar í svona bakpoka sem að Stúfur að nota. Það örugglega mjög kósí, heitt og þægilegt þarna á bakinu á honum, sýnist mér. En þetta engan veginn búið og Gilligaur fylgir eftir á Bár sig. Óheppilegt að falla þarna fyrir Bár. Já, og gerir svolítið, bara gerir það verkum að liðan þarf að bakka og gefa meiri pláss heldur en að þeir hefðu vilja og leyfa Grindavík bara að koma sér fyrir sem að, já. Já, aðalatrið var bara þetta svo mikið pláss að þeir tapa á þessu. En svo spurning hvort að Grindavík sé að taka sér of mikið í fang. Kemur Gúman með Fantastic ultimatið. Nær Stúf og Maggu sömuleiðis, virkilega vel gert túkið þarna og núna bara fylgja þessu eftir, reynir að taka út Hreirim sem að ótrúlega sleipur virðist vera og endar á því að gefast upp og fer á Gilligaur. Það vita hvernig maður sigraður og halda annað. Hreirim hérna að sína takta hvað litli þvottabjörnin. Já. Kemst út hann ótrúlega sleipur í réttum höndum, það að segja. Já, það skiptir máli hver Já, ekki hver sem það kemur örugglega út snemma hérna ultimate frá Hreirim. Þeir á leiðinni með 6 ultimate hérna Grindavík. Þeir þurfa að spila þetta rétt af því að sömuleiðis 5 ultimate á leiðinni hjá Kjötun. Kemur út snemma þarna, gerir það verkum að báðu tankarnir þurfa að halda áfram að íta. Thunderbird svarar með ultimate á punktinn. Gúman og snella fellur fyrir Thunderbird þarna. Kemur út Raflið sömuleiðis, gerir það bara verkum að þeir sjá ekkert hvert þeir eru að skjóta. Þeir eru að taka endalausan skaða. Núna eru Kjötun í frekar góðri stöðu að ætla að halda þessum punkti bara hreinlega út af fyrir sig. Já. Það sko, þegar þú nærð að byrja stoppið
þá þetta næstu því bara öfugt við snjóboltan þegar það fer að rúlla. Þú bara þegar þú nærð að koma þér fyrir þá bara getur verið hægara sagt en gert að ýta manni úr stað þegar stoppið kemur og þá kemur út Bárður og B-maðurinn Nonnibonni sömu leiðist taka út 2 þarna strax. Killikaldi nota ultimatið sitt, fær ekkert fyrir sinn snúð. Thunderbird með 3 stúfur eftir. Þessi Moon Knight hetja að gera allt fyrir bæði lið. En enn og aftur sýndist mér Killikaldi vera að fá ekkert annað target með ultimatinu sínu heldur en tankana í liði anstæðingana og það ekki mjög vænlegt til vinnings að það ekki nógu gott. Nei, þú vilt fá að geta nota útlið nokkru sinnum og þá það ekki mjög. Það ekki hagkvæmt að velja target sem mesta lífið. Já. Það nú ekki þegar það target með Nonnabonna var rafleið fyrir aftan sig sko. Kemur enn annað út frá rafleið sem ég finnst þess að sé með út í hverjum einasta fight. Maggu notar sitt sömu leiðis. Thunderbird með ultimate inn í Invisible Woman ultimatinu. Þeir eru virkilega lágur liðs með kjötun hins vegar og eru að falla. Þá Killikaldi kominn með ultimati og á hæggrandinu algerlega frýr og þeir ná að ýta þeim í burtu. Það eingöngu 1 fight eftir 3 sekundur. Gillegur með ult og B-maðurinn alveg að fá sitt ult. Þeir verða hins vegar að vera fljótir. Þeir verða að fara að koma sér inn á punktinn. B-maðurinn gerir það fyrst, notar ultimatið sitt. Maggu virkilega lág, tekur út 2 B-maðurinn í 1. Núna þarf að fylgjast eftir. Gillegur fer ekki með þessu ultimatinu sínu og það eru pikkin ennþá að falla fyrir lið kjötun. Þeir eru að drepa á alla. Bárður sig á eldi með 2 kill til þess að loka þessu öllu og það 1-2 kjötun. Svona stoppar maður. Þetta kallar maður að setja fyrir á fótinn. Já, og eins og þetta var virkilega vel gert hjá Grindavík að stoppa þá þegar þeir náðu sínu stoppi að þá bara gerir kjötun betur og B-maðurinn hvað maður að segja, á sinni hetju bara. Já, mér sýnist það. En kjötun bara algjörlega sagði bara Grindavík, heyrðu, haldið þið að þið séu búin að vinna? Já, einmitt. Við ætlum bara að fara sentimeter. Við vinnum þetta ekkert á sókninni. Nei. Við vinnum þetta bara vörninni, það skiptir ekki máli. Við erum með nóg, við erum með 103 metra, 1 punkt. Þið fáum bara 100. Já, sáum líka á fyrsta punktinum hvað samt sko, þeir keiftu sér ekkert mikinn tíma. Þeir kjötun á vörninni. Alls ekki. Þeir döpuðu fyrsta punktinum frekar snemma. Já. Sem að ekki góð stað að vera í. Og það var ekki þegar að Bárður sig var sem þar beint og eftir eldur uppi og tekið niður. Já. Að það lofaði ekki góð. Nei, alls ekki. En bara Grindavík átti ekki til svör. Nei. Bara þeir settu sig upp í þessa stöðu og þar með var skaðinn gerður eiginlega. Þeir reyndu en fengu bara ekkert út úr því. Því miður, já, í þetta skipti. Já. En bara kjötun, gríðarlega vel gert. Já, og þeir eru algjörlega að bara snúa sér við eftir þetta fyrsta mapp. Bara kannski eitthvað svona, þú veist, likka sér til og þú veist, eitthvað aðeins svona, hita sér aðeins upp og bara mæta svo bara. Já, það voru kannski bara á milli mappa ná sér í hitapoka og eitthvað svona og liðka sig upp og hafa vöðvana mjúka. Já, smá ferskt. Mögulega líka bara spurning mér finnst það svolítið verið eins og þeir hafi verið að hlusta á okkur sko. Já. Að við töluðum ákvarðanatöku og það að elda þetta uppi. Já. Mér finnst það aðal munurinn núna. Fylgjast eftir. Já, þeir eru að spila þangað til að fá pick á eitthvað einn. Það eiginlega alveg sama hver það hjá þeim núna. Já. Leið á fellur einn, þá elda þeir bara. Já, þeir eru að nýta sér þessar opnanir sem að þeir hafa verið að búa sér til fyrir sig sjálf allan tíman en voru bara ekki að nýta á fyrsta mappinu. Já, á fyrsta mappinu sýndi þessi bara greinilega. Þeir voru ekkert með mikið færri, sko, hvað maður að segja, pick þannig laga. Nei, og sko þetta var bara, sko, heildartölurnar voru bara ekki að standa sig með þeim í hag. Já. Af því að við sáum að strategistarnir hjá Grindavík voru með flestu deathinn af þeirra liði. Já.
af hverju var þá ekki sko betri nýting á því hjá þeim? Það var bara einfaldlega þetta. Já. Þeir voru bara ekki að íta nógu mikið á eftir því og þeir hafa snúið því algjörlega. Algjörlega. Og þá förum við á Symbiotic Surface eða Clintar og Convergence sem sama game mode og vorum á rétt áðan. Já, sama aftur. Svolítið öðruvísi map samt. Já. Það öðruvísi pressa á því mappi. Já, öðruvísi spilað. Fer líka mikið eftir punktum þar, myndi ég segja. Já, stúfur. Og þá fáum við Luna Snow bannið og þá fáum við Storm bannið. Já, bara sama, endalaust. Það engin ástæða til að breyta það eiginlega fyrir hvort liðið. Grindavík hefur unnið 1 map með þessum pikkum sem þeir hafa verið með og bönnum og Kjötun hafa unnið 2, þannig að ef það væri eitthvað lið sem ætti að breyta til þá væri það Grindavík. Í raun og veru, já, frekar en hitt. Já, ég meina, Kjötun alveg í þeirri stöðu að þeir mega tapa mappi. Já, en Grindavík á síðasta sen. En, já, Grindavík bara, það annarkvort núna eða aldrei. Já. Þeir fáið núna 2 umferðir, eina á árás og eina á vörn. Hvora umferðina ætlaði að nýta betur og hvernig ætlaði að gera það? Það bara, þetta það sem þið þurfa að svara. Og þeir byrja á vörn, Grindavík, og Kjötun á árás. Kjötun eftir síðustu umferð hafa sýnt það að árásin þeirra ekki þeirra styrkleiki. Nei, alls ekki. Það vörnin þeirra sem að gera herslu munin. Já, mikið rétt. Kannski sko móral vegna betra fyrir þá að byrja á vörn en þeir verða bara rífa sig í gang. Ja, svo sem líka fínt að byrja á árásinni og vita hvar þú þarft að stoppa andstæðinginn. Á sama tíma það líka gott að byrja á vörninu og vita hversu langt þú þarft að íta, ég meina. Já, en kannski fyrir þá það einmitt hinsegin. Vita hversu stutt þeir mega að hleypa hínum. Já, algjörlega. Af því að þeir eru varnarlega betra lið. Já, hafa verið það hingað til. Já, það kannski bara betra fyrir þá í þessari stöðu að fara eins langt á þeir geta og vita þá bara upp á sentimetri hvað mega hleypa hínum langt og vita þá líka hvar þeir vilja setja sig upp á vörninni. Já, sjáum að Snella farin af Magneto og komin yfir á Groot á sama tíma að Thunderbird búinn að skipta yfir á Hela. Eilitla breytingar eins og við tölum þetta aðeins öðruvísi map og spilast aðeins öðruvísi og liðin greinilega átta sig á því og Já, ég meina það engin ástæða fyrir að liðin ætti ekki átta sig á því ef að við áttum okkur á því. Já, einmitt. En kannski bara spurning hvor með betri breytingar. Maðurinn koma sér fyrir á punktinum og eiginlega neyðir þá til þess að koma inn í sig á sama tíma geta reynda supportarnir að verið uppi á hægrandinu. Snella að taka mikinn skada, maður sömuleiðis þarf að bakka út. Kili kaldi heldur sér lífi. Bárður sig ætlar ekki að leyfa þeim að vera þarna uppi, þarf að bakka fyrir rest en þeir eru að koma sér fyrir á punktinu, þeir eru með 1 tikk, þeir eru að nálgast 2 tikk liðsmenn Kjötun. Virkilega góð byrjun og þá fer B-maðurinn inn, virkilega mikill skaði þarna, einhvern veginn náður að halda honum á lífi, Rafli með ultið, mögulega nær að halda honum á lífi. Stúfur nær ultimitinu sínu út að ég held en tekin út strax. Fullt af ultum að koma hérna, Maggu, Snella. Báðir að nota ultimitið sín, Nonnibonni svarar með sínu sömu leiðis. Allir að íta á kúttakan heyri með Amplifier. Nær að resta Snella en missir út Giljagur þarna, Thunderbird tekur hann svo út. Snella nær Thunderbird en þetta einfaldlega bara spurning að klára þetta núna fyrir Kjötun. Kjötun með 4,5 mínútur núna. Það er kannski hvað mesti tíminn sem þær hafa fengið á að takki hingað til. Ætlaði einmitt að segja það, með fljótt betri fyrsta punktum sem að þeir hafa verið með.
Þeir ætla kannski bara að láta okkur geta okkur einu orð. Maggu tekinn út af Bárður Sig og þá fáum við smá upp stöðuna sem að koma einmitt upp áðan. Núna þurfa bara einfallega Grindavík að bakka undan Kjötun sem að fá allt plássið og stilla sér upp nákvæmlega þar sem þeir vilja á meðan við erum að bíða eftir að Maggu komi aftur inn. Kjötun á sama tíma ætti að reyna að nýta sér það. Halda bara sínu plássið hérna. Halda þið þurfi ekki meira. Stúfur leið stuttu eftir að Maggu kemur þá fellur Stúfur. Þetta er ekki mjög sniðugt hérna hjá Grindavík að falla svona 1 og 1 í einu frekar að taka teamfightana allir saman. Þetta er svo, punkturinn er svo fljótur að hreyfast, þetta er svo fljótt að gerast þegar þú ert að gefa þessi stagger pick án þess að taka. Þú ert í raun og veru ekki að tapa neinum teamfight þegar þú ert að punkturinn er komið nánast alla leið. Punkturinn er verða komin alla leið fyrir, hvað maður að segja, 3 pick. Já. Og ekki einasta teamfight, bara 3 pick. Já, ekkert ultimate eða neitt. Giljagaur með ultimatið í gegnum TP-ið, nær hann einhverjum? Nei er svarið við því. Gúmanins verður virkilega lár, tekin út þarna. Rafli notar ultimatið, kemur aðeins og seint til þess að halda þeim á lífi en heldur hinum á lífi og gerir það verkum að þeir ná 3 pikkum og þá eru 3-4 á punktinum núna. Hreirum setur út amplifæðir en það bara skiptir engu máli því að pikkin eru að koma hjá Kjötun. Þetta er bara annar punktur. Ég held að Kjötun séu orðnir þeim þreyttir, þeim langar í háttinn. Þetta er hingað og ekki lengra. Við gáum ykkur 1, nú erum við bara, nú ætlum við bara að klára þetta. Já, nú hugsaður með sér, við ætlum að íta allar leiðin sem rætt að við getum og svo ætlum við bara að hleypa ykkur ekki neitt áfram. Já, svo ætlum við bara að fullholda og það er stefnir í það að þeir færi allar leið þar sem að punkturinn er komin 1/3, 1/4 og það eru 3:40 eftir ennþá á klukkunni og 4 út í boði hjá Kjötun. Og metrarnir bara tikka einhvern veginn áfram. Já. Núna þegar Snella fer inn á punktin. Og Stúfur tekinn út af Bárður Sig, kostaði þá ekkert ultimate og þá kemur Maggu með ultið. Bárður Sig svara, reynir að taka hann út, nær að taka hann út og þeir bara einfallega íta í gegnum Klókan Dagger ultimate þarna, Hreirim virkilega lár á lokanum, Kili Kalti sömuleiðis, þeir eru báðir teknir út, Giljagur er eftir, Bárður Sig ekki veit betur þarna heldur en að halda áfram að elta og bakkar. Kjötun svona nánast bara komin inn í spónið hjá Grindavík. Kemur Moon Knight út frá Stúf, nær engum hins vegar þarna, Gúman sömuleiðis mútumiti sitt nær engum. Hella frá Kela Kalda, Rafli tekur út Snellu hins vegar einhvern veginn. B-maðurinn er að lemja þá. Keli Kaldi reynda tekur út Nonnabonna en það skiptir einhver máli þar sem að Gúman tekur út Stúf, Gúman tekur út Giljagaur. Invisible Woman, afrið frá Hreirim er of seint að þessu sinni. 2:26 dömur og herrar eftir fyrsta round. Núna er það svona næstum því staðfest að Kjötun er að hlusta á okkur og við vorum að tala hvað þeir væru varnarlega betri heldur en Árás en það var bara ekki að sjá einn einasta veikleika þarna. Það var ekkert stopp frá Grindavík frá því að punkturinn fór á stað og þangað til hann fór alla leið. Þetta var rosalega bara þægilegt. Já, hvað maður segja, þetta voru svona hraðahindranir, ekki stopp. Já, einmitt. Þetta var eins og að keyra í Árbænum þar sem eru hraðahindranir á hverjum 20 sekundum en þær taka líka bara 3 sekundur að koma í veg fyrir þær og það var það búið. Eða þegar þú situr í bíl með Rúnari og það er stöðunarskylda og hann keyrir yfir af því að ef það gerir það ekki þá er það ekki ólögulegt. Við skulum ekkert ræða það hér en mikla breytingar breytingar þar sem að Snella er komin yfir á eða hvað, þeir eru að hofvera 1-2-3 kompið. Þetta eru þetta sko Hreirim, Maggu og Stúfur eru allir strategist spilarar þó að Stúfur hafi verið að standa sig virkilega vel á dúlista núna og þeir eru fara út á 1-2-3. Grindavík. Erfitt kannski samt fyrir þá
ætla að fella kjötun á þennan máta? Já, ég veit ekki alveg kjötun svolítið bara mikill kjarni og einhvern veginn ekki einhver eitt sem að hægt að grípa út úr. Nei, og hvaða target fyrir Kela Kalda til þess að reyna að ræna? Ég myndi segja helst sko Thunderbird eða Rafle. Thunderbird virkilega lár. Nær einhvern veginn að lifa þetta af þarna. Gott ef þetta var ekki bara headshot frá Snella eða álíka. Keli Kaldi kominn inn, tekur mikinn skada, lifir þetta af hins vegar. Grindavík nær að koma sér fyrir þarna í herbygginu hliðin á punktinum og setja núna Gillekur á punktin til þess að reyna að setja smá pressu. Bíðmaðurinn fer inn í þá alla, að gera mikinn skada, Bárður sig endar á því að taka út Snella. Þeir eru ennþá á punktinum, Gillekur ennþá lifandi á punktinum en að taka virkilega mikinn skada, fellir fyrir rest þarna, fyrir Rafle. Og þá engin Vanguard eftir í liði Grindavíkur og þá ættu þeir bara þurfa að bakka nema Keli Kaldi náu kannski einum á leiðinu út en hann 32 HP og fellur fyrir restarna. Ég ætla að segja það, hann myndi ná að lifa þetta af. En það fór 1:30 af tímanum í þetta og Grindavík fekk voða lítið fyrir sinn snúð. Fengu eitt pikk en ég menna ekki verið hann lengi að koma tilbaka. Nei. Hreirim nota lampan snemma og loka eitthvað sem þú myndir vilja eiga þegar að þú ert farin að taka meiri skada eins og núna. Keli Kaldi fer hérna inn, kemur út ultimati frá risastórt hérna frá Thunderbird, tekur út stúfur, reyna að halda lífi á punktinum í ultimatinu sínu, notuðu sem betur fer bara eitt ultimat þarna Grindavík en á sama tíma notuðu kjötun sömuleiðis bara eitt. Þetta bara einhvern veginn ekki að falla í hag Grindavíkur. Nei. Mér finnst þeir vera að gera allt vel en eina helstu munurinn sem ég get svona séð bara liðsheild. Já, hugmyndin rétt en bara spurning hvort að framkvæmdin sé á bakvið á. Já, mjög að tekur oflangan tíma, leifir þeim að halda lífi kannski svolítið en bara spurningum að hamrast jafnir núna. Bárður sig, setur út ultimati, Keli Kaldi virkilega lár, Maggu nær einhvern veginn út, Rafle. Gúman fer inn, Bárður sig, sömuleiðis. Öll ultimati að koma út hérna, Hreirim að afrita Maggu ef mér sé rétt. Já, á klókendakar hérna, Rafle ennþá með ultimati sitt, með Invisible Woman ultimati, spurning hvort að hann einfallega þurfi að nota það núna. Þegar að Thunderbird notar ultimati sitt til þess að hreinsa upp. Og 40 sekundur eftir á klukkunni. Og þá Snella með ultimati sitt og Rafle með ultimati sitt í loka. Og miða við hvernig Thunderbird náði síðasta ulti að þá verður Thunderbird með ult aftur núna. Það ekki ólíklegt. Það tók hann lygilega stuttan tíma að byggja þetta ult eftir að notaði fyrsta að Keli Kaldi komin yfir á Dr. Strange, teleportar á upp á high groundin til þess að reyna að koma þeim fyrir. Thunderbird að taka mikinn skada, Snella sömuleiðis. Þurfa að halda Snella á lífi þar sem hann með ultimate. Keli Kaldi að taka virkilega mikinn skada, Maggu nær út Rafle, fyrsta pikki komið. Rafle deyr með ultimate, ekki gott fyrir kjötun. Spurning hvort að þetta sé opnunin sem að einmitt Grindavík þurfa þegar þeir fylgja því eftir með 2 önnur pikk. Og þá bara Thunderbird og Gúman eftir á punktinum og þá þetta komið. Fyrsti punkturinn að fara af stað hjá Grindavík en það tókst með herkjum. Það var allur tími tekinn af þeim og þeir hafa núna einmitt 2 mínútur og 25 sekundur. Já, sem tíminn sem að kjötun eru með eftir að fara alla leið. Já, þeir geta ekki náðu jafn góðum tíma og kjötun náðu. Það komið úr þeirra höndum núna. Já. Að þetta verður strempið. Þannig að kjötun núna ættu til dæmis ekkert að vera að hugsa hvað gerum við vitlaust eða eitthvað. Heldur það bara áfram gang. Bara næsta stopp. Já. Sem mér sýnist þeir ætla að halda bara næsta horni. Já, þeir dóu það snemma að þeir ná að komast þér langt inn. Klopparindæm hjá Bjemann, Bárður sig sömuleiðis, Thunderbird reyndar þarna fellur einhvern veginn fyrir Snella.
þurfa að fylgjast eftir, þurfa að fá fleiri pick. Snella þarna upp á hægrándinu, ekki eitthvað sem þú vilt að gerist. Maggu tekin út af Bárðstig og Stúfur sömuleiðis og þá eru engin strategistar eftir í liði Grindavíkur nema Hreirim og Kili Kaldi virkilega lár. Og Raflið hérna tekur út klónana hjá Loka eða Hreirim. Það má nefnilega ekki gleyma því hvað það er mikilvægt. Já. Það er bara, svo lengi sem að Loki hefur ekki klóna, að þá er hann einn og gerir eitt svona næstu í 10% af því sem hann gæti gert. Já. Ef að Loki fær að hafa alla 3 klónana sína og er að pumpa híli og pumpa skada, að þá bara er voðinn vís. En leið þú tekur klónana þá bara gera hann miklu minna. BMR tekur út Stúfa það mjög snemma. Gúman allar að fylgja því eftir með fantastikúlti. Giljakur og Kili Kaldi eru að reyna að sílda það, en þá kemur Thunderbird með ultimati á punktinum. Gúman nær út snella fyrir rest. Kili Kaldi setur út ultimati. Io Wakamoto nær út Thunderbird með því Nonniboni sem hins vegar bara kemur með ultimati sitt. Giljakur ætlar að finna hann, leitar að hann, finnur ekki Nonnabonarna til þess að taka hann út. Clobber in time frá B-manninum. Grindavík eru að ná að halda lífi. Það eru eins og bara 7 sekúndur eftir og þeir þurfa ennþá að fara allavega helming leiðarinnar á öðrum punkti. Og þetta vita Kjötun og bakka eilítið undan þeim og koma svo aftur inn með ultimatins og abilityin sín. Tíma spursmál bara hvenær ultin koma hérna út. Og þarna tekur Rafli og Bárðstig taka í og Bárðstig með 3 þarna með Magneto ultimatinu og þetta nákvæmlega það sem þeir þurfti. Maggu reynir að klóra í bakkan þarna með ultimatinu sínu. Kili Kaldi sömuleiðis nær helling í Io Wakamoto en það ekki eftirfylgni til þess að ná að fylgja eftir killunum og það sem hjá Kjötun og ég veit ekki hvort að þeir komist inn á punktinn og það 1-3 Kjötun með risastóru playi eða ultið hérna frá Bárðstig í endan til þess að loka þessu. Bárðstig staði bara, já heyrðu strákar, ég nenni ekki meira, hingað ekki lengra. Já. Ég ætla að stoppa þetta bara komið. Og B-maðurinn MVP enn og aftur. Það kannski verðt að minnast á það að þeir unnu 3 möpp og B-maðurinn var með MVP í öllum 3. Já. Hann bara átti það. Algjörlega. Enda sjá þessi stött. Það 22.000 af skada, 32.000 blokkt. Já, hjá B-manninum. Já, það bara... Og enn og aftur tankarnir ekki að deyja neitt og vangardarnir, Bárðstig og B-maður ekki að deyja neitt og sama tíma Nonniboni og Rafli ekki heldur. Nei, þessi kjarni sem við vorum að tala það bara þessi strategistar og í raun og veru 1 vanguard. Já. Hjá þeim á þessu mappi náðu þeir að hafa báða vanguardarna sem svona kjarnan en bara hreint og beint geggjað. Já, virkilega. Þetta síðasta mapp var bara Kjötun. Já, og það verður ekki tekið af þeim að þetta ekkert smá lið sem að þeir eru að fara upp á móti í Grindavík. Grindavík virkilega sterkt lið og var einmitt fyrir ofan í töflunni. Á töflunni. Já. Fyrir þetta þennan leik. Já. Þannig að bara Kjötun. Vel gert. Kjötun klifrar. Já. Það eiginlega eina sem hægt að segja. Bara virkilega vel gert að það var svo sannarlega öllum spilum spilað úr stokknum þeirra. Ójá. Og bara Grindavík höfðu engin svör? Nei, í rauninni ekki. Eftir að þeir tóku fyrsta mappið Grindavík þar að segja að þá bara eftir það komu Kjötun bara sterkari inn, áttuðu sig bara á því, já heyrðu við þurfum að gera þetta og þetta betur, gerðu það betur og þá bara féll Grindavík. Algjörlega. Sumir myndu kannski segja að hraunið tók yfir en Já, eitthvað gerði þarna eftir fyrsta mapp. Eitthvað var það sem að hvort það hafi verið bara 1 Red Bull
sem að gera það verkum að kjöttur komið svona í gang. Einn Oat King og þá var öll orkan til. Já. Smá vængir og rauða nautið. Þetta eru bara spökulegar, við vitum auðvitað ekki neitt. Þetta eru heyrnarleyndamál hjá kjötun. Kjötun bara með einhver uppskrift sem að greinilega virkar. Já. Og bara vel gert. Og þá erum við á leiðinni í örstutt hlé áður en að við fáum einmitt leik SJ og hrottana. Já, örstutt hlé, ekki fara langt, við verðum hérna ennþá. Wait, is he switching lanes?
little emotional. Gotta be rational. Big monkey is up tonight. I'm in the phase, I need evolution. I need evolution, I need evolution, I need evolution, I need evolution. מכין מגולגל וטס לחלל. I need evolution, 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 I need evolution. Of my thoughts, I'm ready to pretend. How will my head get back to thinking straight again? But I can't see an out, and I don't mean to put all my doubt on you. Can you carry the weight of my world?
taka 2 á þig. Já, við erum komin í loftið aftur. Verið velkomin. Þetta kom mér aðeins óvart. Við erum á leiðinni núna inn í leik SJ og Hrottana sem að eru eins og stendur allavega fyrir leikinn áðan í 3. og 9. sæti, þar segja SJ í 3. og Hrottarnir í því 9. Já, samkvæmt blaði kannski ekki alveg jafn leikur en eigum vona á góðum hlutum frá báðum liðum. Aldrei að vita og vel þekktir einstaklingar þarna báðum megin úr almennabikarnum. Já, úr Overwatch hliðinni af hlutum að þá eru leikmenn í báðum liðum sem hafa verið bara í gegnum tíðina í Overwatch. Gamlar kempur. Já, kannski meira Hrottarnir sem eru að koma sér aftur inn í svona keppni. Já, hafa ekki verið taka mikið þátt í Overwatch nýla en eru að koma sér að stað núna í Marvel. Virkilega vel gert hjá þeim. Marvel kannski að rífa marga í gang sem hafa ekki verið mikið í keppnisandanum. Já, kom áhuganum á stað, kom nýr ferskur leikur til þess að koma mönnum aftur í gang kannski sem að voru búnir að vera í smá pásu. Já, ég meina bara spennandi leikur fyrir hendi og vonum að allt gangi öllum í hag. Já, ég meina það er auðvitað engin leiðilegu leikur í tölulistadeildinni hjá okkur. Það er eins einfalt að það er. Það er alltaf gaman. Þó að leikur fær 3-0 þá er það svo skemmtilegur sko. Já, og bara vonandi endan á milli. Já, og vonandi það er oft reyndar líka þannig að þó að leikur fari 3-0 þá er hann samt jafn í alla staði sko. Já, algjörlega. Það er þá bara eitthvað eitt sem sker út. Já, einhverju smá herslumunir. En í liði SJ eru einmitt Andúriel, Dúkkan, Blitzet, Georg, Viki, Thunderthor, Young Marco, Krembaka og Gunnar. Engin smá nöfn á þessum lista fyrir þá sem hafa fylgst með Marvel Rivals mótunum helgamótunum sem var núna áður en að tölulistin fór í gang og svo þetta Overwatch. Það var þetta mikil nöfn. Engin smá nöfn og talandi 2 Íslandsmeistarar í Overwatch. Já. Hvort meira en minna. Nei. En Hrottarnir eru Dagur H, Leinigestur, Tómasar, Mercials, Nonsi, JPEG Mafia Gate. Skemmtilegsta nafni. Cartoons 7 og Steps. Já. Steps eða Stepsy, ég veit ekki. Já, það er skrifað með setu. Já, það er góð spurning. Já. En við bara býðum eftir að fara inn í fyrsta map. Alveg á leiðin hljóta að vera alveg að gera sér til. Ég veit ekki hverju maður eiga að vona hérna í byrjun. Nei. Ekki gott að segja til vonandi að í mitt liðin sem ég er búin að undirbúa einhver bönn og reyna að setja upp einhverja strategíu gegn andstæðingunum. Já, kannski búin að leita sér upplýsingar frá andstæðingum sem að ætla að nýta sér til að setja fyrir á fótinn fyrir þá en við svo sem vitum ekkert það. Nei. Við bara vonum eftir spennandi leik og já. Algjörlega. Og svo náttúrulega eru möppin öll mismunandi. Já. Það er ekki þeirra sem spila eins svipað en svona ekkert. Það er ekki nákvæmlega eins sko. Nei, og svo er engin leikmaður sem spilar sömu hetjun eins heldur. Nei, fyrir utan það. Og það er einmitt eins og í leiknum áðan og öllum leikjum hjá okkur, þá er þetta allt handáskemmtilegin, fá aldrei að velja möpp, þeir vita ekkert í rauninni hvaða mapp þau eru á leiðin inn í fyrir en að þau sjá það bara sama tíma og við. Já, og eina sem að þeir vita er eins og við að sama mappi kemur ekki tvisvar. Já, og liðið sem er hægra megin byrjar á árás út þá viðuregn. Það er að segja rauðaliðið verður rauðaliðið út viðuregnina og byrja alltaf í árás og bláa liðið byrjar alltaf í vörn. En þá erum við á leiðin inn og þá er fyrsta bann og það er Magic frá Hróttunum sem er ekki skrítið þar sem að Dúkkan er einmitt hinum einn. Og þá er það Winter Soldier sem er tekin út, leinigestur var einmitt búinn að læsa hann inn. Liðin greinlega eitthvað búinn að sjá fyrir hvað menn vilja spila. Algjörlega. Það er Venom sem er varinn af SCO
Viki sennilega. Já, ekki ólíklegt. Luna Snow varinn, við fáum að sjá hana fyrsta skipti í kvöld. Já, hún var bönnuð allan tíman á hann. Já. Og Spiderman sem að Dúkan á bara ekki að fá að spila. Nei, það báðar hetjurnar hans eru farnar. Og þá það síðasta byggi og það Doctor Strange. Það á að dæfa. Svo sannarlega. Það á ekki að vera einhver spamkjarni í boði, heldur þarf bara að hoppa inn. Já, þeir reyna svo sem hérna eins og Magneto, Groot, Luna, Moon Knight, Rocket, Martials á Namor til þess að einmitt reyna að koma í veg fyrir þetta dive. Það Luna, það Namor, það Groot, þetta eru allt hetjur sem eru mjög góða gegn dive. Það erfitt að íta inn í þar af því að þær lifa af og komast út og eru með svona eins og Groot getur breytt mappinu og það bara hendar alls ekki fyrir dive þegar það verið að loka útgönguleiðum eða inngangsleiðum fyrir þá og sama tíma dagur með speedboostið og snjóboltan, frísið. Já, gæti verið erfitt fyrir SEO að ætla sér að finna eitthvað spamtarget eða dive. Já. Það ekkert hlaupið að því hrottarnir mögulega samt með meira defense kom. Já, þó þeir séu á sókninni. Já. Árás. Bið allavega að fylgjast með Georg af því að hann á Mantis að fara að klikka hausa. Ég get lofað ykkur því, þannig að verið var yfir killfeedinu. Það eru að fara að koma einhverju hausar þar. Þegar við förum inn í þetta, þegar hrottarnir koma sér þetta fyrir á hægrandinu, SEO eru bara að bíða eftir þeim hinum megin, eru bara sáttir við þetta ennþá. Þeir eru að nota veggi og annað til þess að reyna að koma sér inn. Leiningin sem tekur út dúkkurinn snemma, þetta góð opnun fyrir hrottana. Spurning hvort að það sé ykkur eftirfylgni, en það ótrúlega mikill skaða á leiðin inn í hrottana þar sem eru allir orðnir lágir. Nonsi og Dagur Hrá gerir virkilega vel, ná að halda þeim á lífi og þá labba þeir inn á punktinn. Leinigestur og Steps að reyna að koma sér fyrir á punktinum og virðist vera að ná að koma sér fyrir hérna á punktinum. Viki að reyna að valda einhverjum usla og reyna að gera eitthvað hérna gegn þeim. Andúriel með gott pick, leinigestur þess að fylgir eftir á Georg og vantar einn supportinn núna hjá SEO og þegar að blitzið fellur sömu leiðis 4 á móti 4 þetta. Leinigestur fristur af Young Marco, lætur hann vera í smá stund, vill ekki taka hann að fæt við hann. Young Marco orðinn hálfur, Martials með 2 og þetta virðist vera fyrsti punkturinn bara kominn til hrottana. Virkilega vel gert. Hratt þarna hjá þeim. Vel gert þarna hjá þeim að brjótast í gegnum þetta. Viki mögulega full djúpt á því, fór þarna inn í 4 ef ekki 5. Já. Einhver þurfti að vera á punktinum en stundum má milli vera. Sjá virkilega SEO komast í þetta vel framalega. Þeir ætla ekki að gefa upp eftir einastu tommu hérna og íta í raun og veru hrottan svolítið tilbaka sem þurfa að nota út, koma út helligóltum, 3 hérna frá SEO og Steps fellur og leinigesturinn tekur út Georg 5 á móti 5 hérna. Dagur Há ennþá með Fate of Both Worlds uppi, fellur fyrir niður núna. Dúkkan er með 2 og Andúriel með fylgir því eftir 4 ultimate beggja vegna SEO koma út á topnum eða yfirhönd. Já, ekki mikið sem hægt að segja þarna nema kannski bara að ultin voru bara betur nýtt öðrum megin heldur en hinum megin. Já, killin komu öðrum megin, ekki hinum megin, já. Blitzett, virkilega, á Steps, enga síður. Hægir hérna vel á hrottunum sem að þurfa núna að bíða og í raun og veru bara að taka óþarfa skada hérna þegar að Dúkaninn ætlar að fara inn sömuleiðis Viki og hann tekur út Dag Há hérna stemma. Viki að taka virkilega mikið skada, það að nota ESL þarna til þess að reyna að halda sér á lífi, þeir eru alltaf uppi. Viki 46 HP, Steps tekur hann út, núna þurfa þeir að íta á bensíngjöfina og helst ekki hafa tankinn einan á punktunum, heldur leyfa honum að geta íta þessu. Dúkan hins vegar bara á Tómasar. Dúkan að spila virkilega vel hérna, komin með ultimatið á
og kemur hérna út ultimate og Nonsi svarar með ultimateinu sínu. Þeir eru ekki að ná neinu pikkum. Young Marco kemur með Faith of Both Worlds hérna út, nær að halda öllu sínu liði á lífi. Núna þurfa pikkin að koma fyrir SEO til þess að nýta þetta ult hérna frá Lunu Snow. Þeir ná að lifa af hróttarnir og gætu komið með svar núna. Tómasar er með ultimate sitt, sömulegis báðu takkarnir, en það bara eru pikkin ekki að falla fyrir það og Blitzet er að taka út 4 hérna. Dúkkan fylgir eftir með síðasta, Georg hann líka með 1. Þetta er bara hreint og beint. Hvað? Mismunur í getu hingað til? Já. Ekki endilega, sko, spilamennsku? Nei. Vikki fer inn, tekur virkilega mikinn skada, notar þarna ability til þess að halda sér á lífi, þarf að bakka eins og er út. Einhvern veginn fylgir Dúkkan eftir honum og tekur út Steps. Steps hefur verið að falla svolítið snemma hingað til. Já, og Georg með pikkið á Mercials. Það er ekki fall of damage sem best ég veit á Mantis, þannig að hún getur staðið bara einhvers staðar lengst í burtu og verið að hamra niður damage. Og þegar hún er í höndum á einhverjum eins og Georg og þá er hann bara að hitta allskinn skotum. Dúkkan fer hérna inn, virkilega lágur, þarf að bakka, fer sínsvæða bara aftur inn. Virkilega aggressívt hérna hjá Dúkkunni og er tekinn út af Tómasar. Andúriel með ultimate, nær engum að það fyrir það. Og þá kemur Dagur H út með ultimate sitt, fullt af ultum. 4 ultimate hérna komin út frá hróttunum og þeir eru að fá pikkinn fyrir það. Reyndar fellur leinigestur hérna fyrir Andúriel, það ætti ekki að skipta neinu máli þar sem að Steps tekur út Georg. Andúriel og Vikki eru eftir lifandi en það er bara spurning hvenar, ekki hvort. En á saman tíma þá er punkturinn bara ekki komin hálfa leið og það eru 1:20 eftir. Metrarnir hafa ekkert verið að fá að teka upp eins og við sáum í fyrri leiknum hérna í kvöld. En spurning hvort að núna ætli hróttarnir bara nýta hreyfinguna sem þeir lokast Góðir veggir hérna, Blitzet einhvern veginn rétt sleppur yfir hann. Vel gert hérna hjá Blitzet á Magneto. Vikki og Dúkkan að koma sér fyrir í dag. Vikki fer inn, Young Marco fylgir honum eftir með ultimate og Georg tekur út Tómasar. Dúkkan með ultimate tekur út Leinigest. Nonsi reyndi þarna að klóra í bakkan með ultimatinu sínu en það virðist ekki vera nóg. Dagur H fellur fyrir Vikka, Steps er þarna inni og Andúriel endar þetta á 2 með kolkröpunum. Andúriel svolítið mikið í þeir hlutverki bara að hreinsa. Já. Og Vikki bara, hann er bara ekki með neitt annan takka á lyklaborðinu sínu heldur en 2-takkan, held ég. Þetta er ótrúlegt og hann bara fer hérna inn aðleitt. Væntanlega kemur Dúkkan í eftirfylgni til þess að reyna að ná einhverjum kilovatna. Þetta var aðeins og mikið í þetta skipti Vikki mín, þar sem að Dagur hins vegar bara tekur hann út og núna þurfa þeir að halda áfram í liði hrátana. Þeir eru með einhver ultimate. Sömulegis eru SEO með einhver ultimate, það eru bara 8 sekundur eftir strákar. Þeir eru með pick, þeir þurfa að halda áfram. Getið ekki verið endalaust eltingra í baklínu, reynið og þá kemur ultimate frá Blitzet, nær engum að það hins vegar fylgir í eftir á dag hjá Andúriel á Mercial, tekur hann út og þá kemur leinigestur. Nú verður að ná einhverju leinigestur en pikkin eru bara öll að falla fyrir SEO og leinigestur er einn eftir á móti 6 meðlimum SEO og þetta fer ekki lengra í þetta skipti. Þetta, já, ég veit ekki eins og hvað maður ætti að segja. Bara virkilega vel gert hjá SEO. Betur spilað hjá SEO á þessu sinni. Já. Últinn ekki alveg nógu gott að þurfa að nota 4 ult í hvert skipti til þess að vinna fight. Já, og kannski valjúið ekki alveg jafn mikið beggja vegna fyrir hvert ultimate sem var nota þá kom aðeins meira út í öðrum megin en hinum megin. Já, einhvern veginn SEO bara fá meira fyrir sinn snúð í hverju sem er. Já. En fyrsta map, fyrsta round, þetta getur allt gerst. Mögulega er þetta bara upphittun. Eins og við sáum áðan. Þegar kjötun byrjuði ekki nógu vel og svo bara settu þeir í flugir. Já, svo fóðu þeir bara 3-0. Töpuðu fyrsta mappi og enduðu 3-1. Já. Sjáum það samt þarna að final hits eru dreifð hjá hrottunum, þannig að það er vel gert. Já, það er verið að spila saman. Allir að gera sitt að mörgum. Þannig mögulega bara meiri ákvörðun í að ætla inn
óhefilegt hérna hjá Steps að falla 6-sinnum, einnig hjá Tómasar að falla 6-sinnum. Já, Dag H. En fyrst það eru 3 sem falla 6-sinnum þá eru þeir víst að spila mikið saman og það er rétt. Það er vel gert, en kannski vantar bara upp á eins og hjá þeim áðan. Hvernig gerðist þetta? Steps á Young Marco, hann var bara alltaf komin út úr spáni þegar hann dó. Þetta er góð spurning, en við höldum áfram. Þeir setja upp hérna, dúkkan kemur sér fyrir, fer í invis, kemur sér fyrir, fylgir væntanlega Viki eftir einn nákvæmlega og Andúril sömuleiðis tekur út 2 hérna mjög snemma og leynigestur er skelfilega illa staðsettur og dúkkan bara ætlar að fara og klára þetta, nota búblunum sína til þess að reyna að halda sér aðeins á lífi hérna lengur, en það skiptir bara engu máli þar sem að Viki kemur og hjálpa félaga sínum með þetta allt saman og heldur svo áfram og eltir upp restina. Nonsi ætla ekki að lifa lengi og þarna er Mercials að taka virkilega mikinn skaða. Þeir ætla að elta alla leið, það er ekkert eftir gefið hér. Það er ít alla leið þegar þeir geta og allir eltir uppi. Andúril mögulega aðeins og framalega. Já, er með kúluna til þess að lifa af. Blitzett á Nonsa, skellulegt fyrsta pick hérna á Invisible Woman og fylgir því eftir á Mercials. Blitzett er engan veginn hættu, Viki heldur áfram og þetta er bara nánast komið fyrsta map, leyfi mér að segja, þegar að Steps ætlar að verður líklega tekið niður hérna seint eða hvað. Viki er með ultimatið, þannig að hann ætti ekki að deyja hérna. Hann er með ESI sömuleiðis, hann er að fá ótrúlega mikið heal hérna einhvern veginn hann Viki, hann er að lifa þetta af, bara ótrúlegan hátt og er að fara að ná degi fyrir það og Tómasar sömuleiðis, Georg Kámandan til þess að hjálpa honum og var að halda honum á lífi og enn og aftur er dúkkan að fylgja eftir þegar að Viki fer inn og öfugt. Og bara Blitzett er að klára ótrúlegt magna af killum þarna og Georg endar þetta á headshot á. Þetta var ekki lengi gert. Þetta var ekki mjög flókið fyrir á árásinni. Það var lítil mótstaða. Já. Ég get lofað þér því, sama hvað gerist, þá gott ef að, já, þessi hérna maður hann verður bannaður. Venom verður bannaður, Viki fær ekki að spila Venom í næsta mappi, get ég eiginlega lofað ykkur. En þá aftur á móti fær dúkkan eitt af sínum pikkum tilbaka. Já, algjörlega. Það er bara, þess vegna það eru 2 pikk og þú bönn og þú bara verður að velja á milli, en sjá þetta 13.726 eða 7.000 damage block, dó eingöngu 3 svar. Þetta eru ekki hæstu tölunar í liðinu, en það bara, hann er að skora svo rosalega hátt á svo mörgum vikstöðum að og þetta er dæf bara, þú veist, þegar dúkkan fylgir eftir Vika, þetta er ótrúlegt leið og Viki fyrir inn, þá kemur dúkkan, þegar dúkkan fyrir inn, þá kemur Viki bara. Það er bara zigzag. Þeir eru ótrúlega bara með samheila. Þetta er líka bara eins og jójó. Það er bara inn, út, inn, út, inn, út. Já, fara inn, nota abilityin, fara út, beð eftir abilityinum, fara inn. Já, jafnvel stundum sko eins og þarna, Viki fór bara inn, beð eftir abilitynum inni og hægt áfram að fara inn. Supportarnir héldu hann bara á lífi. Já. Og það er einmitt snjókornið frá Lúnu. Ef þú setur snjókornið á einhvern og hýlar svo aðra, þá fær hann prósentu af hýlinu, sama hvar hann er. Þannig að Viki sennilega með snjókornið á sér allan tíman. Já, skiptir einhvern veginn. Já, Marko er einhvern veginn að skipta svo milli dúkkunar og Vika. Já, virkilega vel gert hjá þeim. En hrottarnir, spurning hvað þeir ætti að gera núna þegar að staðan er svona fyrir þeim. Eitt Red Bull og út í ferskt loft, það er ekkert annað að gera. Já. Það reyna bara að stilla hausinn, bara reset. Já, bara standa upp, fá sér vatnssopa, Red Bull, ferskt loft og bara aftur inn. Anda djúpt. Já. Bara taka þetta nýjum augum. Já, á meðan SEO vill bara go. Núna vilja þeir enga pásu, ekkert bara. Þeir vilja keyra áfram. Og þeir eru örugglega tilbúnir og bíða eftir að hrottarnir segi já við að halda áfram. Og það líður örugglega ekki langt þangað til að við förum í næsta map, en já, ég meina Venom bannið, það er bara það kemur, það er alveg sama. Það verður að koma bara núna. Hrottarnir áttu ekki til svar við Vika á þessum Venom. Nei, og
ef þeir ná að taka Lúnu út líka frá Young Marko. Það er ekki hægt, það er ekki, þú færði ekkert allt saman, ég veit það, en... Nei, þú veist, þú getur ekki banna Magic og Spider-Man og Venom og Lúnu og þetta, þú færði ekki að banna nema 2. Já, og það er eitt varinn einstakling, ein varinn heti á meðan, en þeir fá að banna fyrstir, þannig að þeir banna Venom núna, þeir geta ekki varið hann. Nákvæmlega. Venom farinn. Já, sáu það allir sem voru að fylgjast með mappinu á, en þetta var... Það er... Winter Soldier aftur. Spurning hvort að, já, það er greinilega viljandi hjá SEO og þeir verja Magic þá. Þá fara þeir í aðeins öðruvísi uppsett, ekki eins mikið dive kannski SEO með Magic. Og þá verja þeir Lúnu hrottarnir. Ok. Spes, en já, mögulega bara eitthvað sem þeir vilja spila. Kannski eru vanir bara að spila Lúnu, já, og banna Bruce Banner, já, sem að gæti verið hitt pickið hjá Vika. Og ekki ólíklegt að við fáum, nú mann ég ekki alveg hvernig Viki er. Ég held að þetta sé Venom, Hulk, Thor. Já, Thor sem að eru hetjurnar hans. Já. Ekki ólíklegt að við fáum Namor, já, Andúriel var nú að... Það er samt áhugavert af því að bæði lið voru að spila. Já, og mér fannst nú bara vera meira að koma upp úr því hjá Andúriel, en þá sýnist okkur, hann fer á helluna í staðinn. Bæði lið á hel. Á hel, já. Tómasar ætlar á Punisher. Já, og þá fylgir Þvottabjörnin oftar en ekki með. Já, bara það borgar sig. Já. Hvort það sé vetrar hermaðurinn eða Punisher. Algjörlega. Refsarinn, já. Svona til þess að taka íslensku sletti. Já, til þess að þýða þetta. Já. Svolítið mikla breytingar hjá SEO og það er Blitzet og Young Marko sem að halda sama streiki, annars eru allir hinni 4 að breyta. Eins hjá hróttanum, það er bara allir að breyta það. Það er eingöngu, Dagur H sem er á Lúnu sem er það sama, annars er Tómasar, var hann ekki komin yfir á Punisher einhvern tímann áðan? Mögulega, en annars er það samt breytingar á öllu. Já. Hvernig það er allt spilað líka. Þessi umferð verður alltaf ekki eins og síðasta. Nei, þó svo að Viki og Dúkkan reyna að halda sínu striki með dæfin sín að þá... Og við sáum það líka áðan, Hel var spiluð á þessu mappi í síðustu viðureign og það er greinilegt að það sé bara er eitthvað sem er að virka. Hel einhver karakter sem bara virkar. Já, það eru langar sjónlínur sem að Hel gerir bara ótrúlega mikinn skaða á. Dúkkan tekur út Tómasar þarna og þá er Dagur H virkilega lágur, svo þarf að bakka, fær mikið híl þarna. Nær að halda sér á lífi, en þá er bara Mercial tekinn út af dúkkunni í staðinn og Nonsi sömu leiðist. Þetta er komin fyrsti fight fyrir SEO og vel gert. Þetta var einfalt fljótlegt þarna fyrir SEO og þetta er þetta líka bara spurning á sókninni bara að byggja sér upp ultimate núna, reyna að koma sér fyrir einhvers staðar, reyna að fá pikkin en annars er þetta bara spurning að byggja ultimateinu og vona að pikkin fylgi með þeim. Já, og vona jafnvel að hinnir noti ultimatein sín af þess að þeir noti neitt. Já, fyrir utan það. Sjáum þarna að Dúkkan með snjókornið er ódrepandi nánast í baklínunni. Leinigesturinn þarf að koma þarna til þess að hjálpa. Flott opnuna pikk, Andúriel er lág og þarf að nota fugling til þess að reyna að koma sér í burtu. Næra að lifa þetta af, Mercial snýr við, ætlar að fara hina leiðina og þá kemur út Young Marko með Faith of Both Worlds. Þegar að Viki fellur, þá vantar 2 núna í lið SEO. Dagur H svarar með sínu Faith of Both Worlds, Lúnu ultimati og þá kemur notar Georg ultimati sitt. Hvern kopjaði Georg þarna? Hann kopjaði auðvitað bara Lúnu og notar annað Fate of Both Worlds sem að bara
gerir það að verkum að SCO eru ódrepandi en þurfa hins vegar á sama tíma að ná einhverjum pikkum. Leynigestur er virkilega lágur, Dúkkan tekur út Dag H, 2-3 fallnir núna, 3 eftir á punktinum í liðir hátana og Mercials með leynigestur fær eingöngu 1 fyrir ultimatið sitt og ætti ekki að komast út lifandi heldur. Dúkkan eltir hann uppi. Mikið í gangi. 4 ultimate frá SCO, 4 ultimate frá Hrottanum. Hrottanir eiga 2 en SCO 1. Já, það voru 5 ultimate hjá SCO. Þannig að þetta er kannski staðan sem að Andúriel opnar þetta með pikki á Dag H sem að gera það að verkum að líklega þegar við fáum loksins eða hvað. Já, Tómasar svarar með pikki á Dúkkuna og Lúnan er alveg að koma aftur þegar Viki tekur út Tómasar, fellur þetta fyrir það. Þetta er jafnt í liðum ennþá. Mercial tekur út. Þeir þurfa að halda áfram. Mercials er að lappa þarna niður blitzet en lokin er bara að setja svo ótrúlega mikið híl og Lúnan er komin aftur hjá SCO þegar Andúriel tekur út mótherja sinn þarna á hellunni. Young Marco er komið með ultimate aftur fyrir loka slægin þegar Tómasar notar ultimate og þá einmitt svarar bara Young Marco með sínu og Dúkkan tekur út Nonsa. Dagur H þarf að nota ultimate sitt líka þarna til þess að reyna að halda sínu liði á lífi inn í lúnvöldunni frá Young Marco en Georg tekur út Tómasar þarna. Mercials er illa stattur, er að reyna að bakka. Það eru eingöngu 18 sekúndur eftir á punktinum. Þið þurfið að fara að gera eitthvað Hrottar. Þegar Steps notar ultimatið sitt og sömu leiðis Dúkkan. Viki ætlar að elta niður. Steps gerir það, nær einhver að snerta punktin. Það kemur út teleporter en hann kemst í gegnum það rétt á góðum tíma. Andúriel notar ultimatið sitt þá til þess að ná að drepa alla sem eru á punkturum. Leynigestur fellur með ultimatið sitt, nær ekki að nota þarna. Mercial nær einhverjum inn í Eye of Agamotto en það skiptir engu máli þar sem það er engin eftirfylgni og þær ná ekki einu sinni tikk á fyrsta punkt. SCO bara með hrein og beina yfirhönd. Já, það er bara... Það er ekki mikið hægt að segja nema bara það að þeir eru að fá miklu meira út úr öllu sem þeir eru að gera heldur en Hrottarnir. Já, algjörlega. Hrottarnir að gera margt vel en það vantar einnig margt upp á. Já, það er... Eitt sem að ég myndi segja að vantar aðeins upp á er bara samvinna. Það er greinilega ykkur styrleiki á milli ákvarðana. Það er ekki ein heild sem er að taka eina ákvarðun heldur eru 2-3 að taka eina og hinir 2 að taka hina. Og sen er sjötti aðilinn kannski bara að gera sitt eigið. Já. Það er kannski svolítið sem er að gera mikinn mun hér. En... Já, einmitt sjáum það að Andúriel og Young Marco hafa komist án þess að falla í þessari fyrri umferð. Já. Það er eitthvað sem þú vilt ekki sjá. Þetta voru eingöngu 6 dauðar hjá SCO gegn miklu fleiri hinum megin. Já, gegn alveg sko 20 og eitthvað. Já. Nenni ekki að tellja þetta allt saman en 15-24, já. Þannig að en nú er bara að verjast að bara fullholda ná jafnteflinu. Já, ég meina það þýðir ekkert annað. Út á Wolverine og eingöngu já, og Dúkkan fer yfir á Invisible Woman. Þeir eru með Viki á Doctor Strange. Hljóta hafa verið að nota teleportir þarna. Georg að leita að skotmarki. Þeir bara koma sér fyrir á punktinum, ná tveimur pikkum á 0-1. Steps klárar í bakkan það með pikk á 1 en það bara skiptir einhver máli þar sem að þetta er bara komið 1-0 eða 2-0 í viðregn. Já, 1-0 á mappi og 2-0 í viðregn. Já. Þetta já, einn teleporter hann inn á punktinu var bara nóg til þess að brjóta upp. Já. Og Dúkkan alveg örugglega ekki fyrir spilamönsku sína á Invisible Woman heldur á Magic. Ekki fyrir þessar 20 sekundur sem voru spilaðar. Já, ég er stór efa að það hafi verið það sem að ítt honum yfir hæðina að ná MVP. Sjá, hann náði að gera 390 healing.
ekki alveg það sem við sjá frá supporti, þannig að það getur ekki verið að það hafi verið Invisible Woman. Alls ekki möguleiki. Þetta var mesti skaðinn, já, bara hann. Það var Magic og ekkert annað. Já. Hann er ekki eins og með assist, sko. Nei. Allt sem hann gerði var bara hann. Já, það var bara Magic. En hrottarnir núna, þeir þurfa að fara eitthvað að rýna í spilabunkan. Já, finna trompið. Grafa í rassvasan og reyna að finna tromp. Já. Það er bara... Það er ekkert annað. Nei. Það er ekkert annað í stöðinu fyrir það. Það er bara að taka ákvörðun, stikka við hana, reyna að gera hana eins vel og þeir mögulega geta. Og jafnvel eitthvað sem að SEO eigi ekki von á. Já, eitthvað... Brjótið upp. Koma eitthvað óvart. Eitthvað... Það þarf einhver bara að setja á sig kokkahattinn, fara inn í eldhús og bara byrja að elda. Bara eitthvað. Færa í öllu. Það þarf ekkert að vera geggja gott, það þarf ekkert að vera metta, það þarf ekkert endilega að virka í fyrsta skipti. Það á ekki að hugsa út í það. Nei. Í þeirra stöðu núna á ekki að hugsa út í hvað er metta, hvað er gott, hvað er slæmt, heldur bara hvað ætlum við að gera. Já. Og jafnvel bara, sko, hvað vil ég gera? Já. Láta hina 5 elda bara. Já, og bara gerum þetta sem lið. Já. Bara ein heild. Tökum ákvarðanir sem lið, framkvæmum það sem lið. Svolítið svona hive mindset bara, já. Þú veist. Já, bara það er ein drottning, ein kongur í liðinu, hann þarf bara að stíga fram. Já. Og restin þarf bara að elda. Já. Venom tekin út aftur. Já, ekki skrítið. Nei, kannski ekki eitthvað sem við áttum vona að myndi breytast. Nei, alls ekki. Winter Soldier, ennþá ekkert skrítið. Þarna, þetta er alltaf sama og við byggumst við Emmitt enn og aftur. Magic ennþá venduð. Já. Núna er spurning hvað þeir myndu vilja verja. Verja, já. Ég hugsa að vera ekki Luna Snow. Ekki eins og áðan. Nei. Jú, það er Luna Snow. Það er Luna Snow aftur. Ekki eitthvað sem ég átti vona á, með að við vorum að vonast þeir sem myndi breyta einhverju. Já. Gaman að minna það að þetta eru sömu 3 möpp og voru í síðasta leik. Já, nákvæmlega eins einhvern veginn. Já. Samt allt handahófskent. Wolverine. Já, það er Georg á Wolverine í þess að 30 sekundur var nóg. Já, samt, þetta voru 30 sekundur. Já, það er of mikið. Það er 29 sekundum of mikið. Já, það er. Namor ennþá. Já, þeir eru ekki hrifnir af Namor SEO main. Það er spurning kannski hvort þetta sé einmitt inn í þetta dive. Það séu að dæfa það mikið að þá er Namor sterkur. En það er spurning samt, núna kemur Bruce Banner til leiks. Já, þá fær Vicky Bruce Banner í staðinn fyrir Thor. Núna hefur hann báða. Já. Áðan voru teknir út bæði Venom og Bruce Banner. Tómasar kominn yfir á Adam Warlock. Já, ennþá allavega. Þetta er erfiðar að lesa í þetta með sóknina þar sem að þeir geta breytt á síðustu stundu. Vissulega. En áhugavert, já, Georg kominn yfir á Groot, Vicky á Hulk og Andúriel á Loka. Og Blitzhead kominn á Psylocke. Já, Young Marco ennþá. Já, Young Marco kominn yfir á Jeff. Já, ennþá á Strategist. Já, hákallinum okkar. Gaman að fá hákallin til leiks. Leynigastur kominn á Star-Lord. Ekki mikið séð af honum í kvöld. Nei, alls ekki. Virkilega sterk hetja. Allt í járnum hérna. Vicky endar á því að ná að taka út Tómasar og þá fylgir dúkkan eftir með steps. Tómasar er endar fer í skilina sína og kemur aftur en Young Marco tekur út Mercials og þeir eru ennþá í undirtölu. Sjáum það að dúkkan ætlar ekki að hleypa honum þarna í burtu frá sér. Einhvern veginn tínur hann samt í augnablik.
Sjáum að þeir eru inn í spánunum þeirra. Nú ætti Viki að missa höggformi og fara í Bruce Banner og er tekin út af Steps. Mercial sem það fellur sömu leiðis en það ætti ekki að skipta þessu miklu máli. Þeir ættu bara að fara inn í spán og býða sem þeir gera einhvern veginn ekki. Dúkkan tekur út leinigest. Reynda að tekur Steps út dúkkuna og þetta er að byrja að líta út eins og þeir gætu verið að gera einhverja sókninda og þá kemur Young Marco og nær einhverjum inn í þetta, tekur það með sér út á mappinu, tekur 5 Young Marco, takk fyrir Dúkka, þetta var ekkert smá þarna og þá er bara allt sett á stopp. Þeir bara, já, stóðu örugglega bara upp og voru að klappa heima hjá sér. Og það er copy á Jeff. Það er copy á Jeff og tekur út 2 í liði, gerði ekki eins vel og Young Marco en enga síður virkilega vel tók hérna út 2. 2 hákalla út í röð og það fóru bara 7 meðlimir rótana út af mappinu. Þá kemur Dúkkan með ultimate sitt. Steps notar ultimate, síndist hann ekki að ná neinum þannig að Georg notar ultimate, nær helling af liðsmunum inn en þeir eru ekki að ná pikkunum til þess að fylgja því eftir. Nonsi notar ultimate til þess að halda þeim öllum á lífi inn í þessu grútulti og það kemur pikk á Dúkkuna loksins. Núna þurfa þær eitthvað að fara að halda áfram að íta hróttarnir, reyna að nota einhver fleiri ulti eða allavega ná fleiri killum hérna, elta þá uppi, ekki leipa þeim út. Sjáum það að Viki er ennþá inni og notar ultimate sitt þarna í staðinn fyrir að til þess að koma í veg fyrir að hann degi. Spurning hvort að þetta hafi verið rétt ákvörðun þar sem hann einfaldlega gerði ekkert nema að tefja sig. Þetta var, já, hvað maður að segja, skrítin ákvörðun allavega. Já, áhugavert þarna. Dúkkan er mættur aftur, tekin út strax af Mercials. Sjáum það að Young Marco er að sniglast þarna í baklínu, er alveg að fá ultimate. Spurning hvort við fáum aftur eins stórt og áðan. Eða hvort að hrótarnir séu meðvitaðari það. Já, hvort fer hann inn núna, tekur út Dag H inn í, nær endar ekki degi, tekur eingöngu út Tómasar sem að snýr sig bara við og tekur Young Marco með sér. Mercial þarna reyndar tekur út Andúriel og þetta virðist vera að þeir ættu að ná fyrsta punktunum eða hvað. Blitzard kemur með ultimate, er ekki að ná neinum killum, nær einum á Mercials, er að reyna að ná Steps þarna líka. Blitzard er lifandi á punktunum, hann er að reyna að tefja en Dagur H er að halda Dr. Strange þarna á lífi. En þeir eru bara að spila þennan leik á svo mörgum stöðum í einu SEO að það bara er ótrúlega erfitt fyrir hrótana. Hvert er eiga að horfa hverju sinni. Steps með Eye of Agamotto nær helling inn í það en nær engum killum til þess að fylgja því eftir og kemur grút ultimate hérna frá Georg. Dúkkan tekur út leinigest. Punkturinn kominn. Punkturinn ekki alveg kominn. Það vantar óheyrilega lítið þegar að killin virðast vera að detta með þeim núna. Dúkkan hins vegar í ultimate, nær hann einhverju, neyðir út þarna Tómasar til þess að nota ultimate sitt á Adam Warlock til þess að endurlífga liðið sitt við. Vel gert þarna hjá Tómasar að nota ultimate á réttum tíma til þess að koma liðsfjöfunum sínum aftur inn í þetta en þeir þurfa að fara að íta þeim af punktinum og ná bara hreinlega að íta punktinum alla leið. Það sem þetta er komið í overtime, þeir geti ekki verið endalaust að leyfa SEO að stakkra inn þegar Viki er komið ultimate með þess að á Captain America þegar hann er tekin út og þá loksins báðir punktinn og Young Marco þarf að bakka, er næran því, hann er ótrúlega lágur, fær hérna heal frá Andúriel. Það má engum muna. Alls ekki. Allir þarna í játnum í overtime á punktinum. Já. Mikið hins vegar notað af últum og möguleikum frá SEO á meðan hróttarnir notaði minna. Kemur út leinigestum út, Blitzard sömu leiðis, Young Marco nær hann einhverjum þarna, hann ætlar að taka leinigest en nær honum ekki og fellur þarna. Það er komið smá skriðþungi núna loksins með liði hrótta og á payloadinu.
Blitzett eldur uppi, Nonsi kemur þarna og hjálpa félaga sínum að klára Blitzett. Og þeir eru bara alveg að vera komni með punktinn alla leið og það er 1:20 eftir. Groot ult kemur út og Doctor Strange ult. Io Wakamoto. Leinigestur tekur út Georg, vantar hellingi lið SCO hérna og þetta er komið 2 punktar, virkilega velgert hjá Hrottunum. Við erum að fá smá svar loksins frá þeim núna, frá því sem að áðan var. Komið mitt eins og sagði áðan, skriðþungi. Það er erfiðar að stoppa eftir að fyrir að rúla. Já. Sjáum það að Blitzett er komin yfir á Magneto og Vikki yfir á Spider-Man af öllu. Fer yfir á Iron Man. Vikki eitthvað óviss með hvað hann vill gera. Já, eins og hann veit ekki alveg. Dúkkan langt inni. Dúkkan langt inni og er tekinn niður fyrir það, er refsað. Mercial tekur út Vikka sömuleiðis. Hellan virkilega sterk á móti fljúandi karakterum. Kemur út frá Young Marco, nær hann einhverjum, nær 2 þarna og fer með þá út af mappinu með sér. Nei, fer ekki út með þeim. Tekur út 2 þarna og Andúriel notar núna loka afritið. Og þeir fá loksins stopp þegar það er 1:20 eftir. Og eru með, já, 4 ult í raun og veru á móti 4, já, sem við leiðist. Dagur H tekur út Vikka. Gæti verið dýrkeypt og Dúkkan reyndar á Nonsa. Groot Ultimate, náðir að lifa þetta af. Já, Dagur H nýtir Fate of Both Worlds og þá kemur Steps með Io Wakamoto og Blitzett ætlar að taka út Dag H með Magneto, gerir það. Og Steps er að reyna að komast út lifandi, ætti að ná að bakka inn í spónið sem hann gerir, en það eru einhverju 41 sekúnda eftir af þessu. 3 ult að verða 4 í boði báðum liðum. Tómasar tekur út Vikka þarna þegar hann var að nota Maximum Pulse. Geta þeir eitthvað með þetta gert? Andúriel er í vanda stattur núna eða hvað? Tekur út Nonsa. Georg og Blitzett eru að ganga berserksgang í baklínunni þarna á meðan og eru að fá öll killin sem að þeim þurfa. Þetta var svona allt annað frá Hrottunum heldur við höfum séð hingað til. Já, miklu betra, miklu betra. Komið í 2 punta og hálfan eða svo. Og meðan hingað til höfum við ekki fengið að sjá í raun og veru neitt. Nei, voða lítið. Voðalega lítið. Allt of lítið. Í raun og veru, já. Núna virðast þeir vera að finna eitthvað rytma. Auðvitað er gríðarlega erfitt að íta alla leið. Algjörlega. Þannig að það er ekkert gefið að þó þú íti þetta langt að þú komist alla leið. Já. En þeir eru búin að gera þetta svo sannarlega erfitt fyrir SCO hérna núna að þurfa að íta nánast alla leið. Vikki, já, búið að setja svolítið fyrir að fótið fyrir honum núna. Já, sýnist það nú. 5-10, ekki alveg að halda uppteknum hætti. En sjáum líka aftur á móti að Georg er búinn að blokka 34.000. Já, þessum Groot, já. Það er bara hæsta tala sem ég hef séð í allri deildinni, held ég. Sem ég hef séð. Já, já. Á einu randi það er að segja, fyrir utan það. Já. Það er heilt rand eftir á Groot. Það verður að minnast á það. Já, þetta fer upp í 50.000. Já, jafnvel 60 með þessu áframaldag. Það fyrir eftir hversu fljótir SCO að verða, hversu mikil fyrirstaða Hrottarnir verða, hversu lengi þetta ránd verður, eða hvort þið náðu bara hreinlega full hold á hérna. Þeir eru að setja mikla pressu. Hrottarnir er ekkert bara bakka og meðan að SCO að halda bara inn í tjóðaldatakkanum og
og enda á því að fá pikk fyrir það, auðvitað þegar að annar lið eru á afturfótunum að þá boðar það aldrei gott. Fyrsta skipti í kvöld að við sjáum líka Squirrel Girl spila. Já, Dagur H, mikið pressa, risastór veggur þarna frá Georg sem að gera það verkum að dúka nær þessum tveimur. Georg fylgir því eftir með svo aðra tvo. Punkturinn reyndar ekki komið neitt af stað en það verða komin hálfa leið núna. Já. Mercials þarna einhvers staðar, Andúriel veit að, Blitzet veit að hann er ósýnilegur eða hvað, nei hann er það ekki, vel gert hjá Blitzet. Flott hjá hann að vita að það væri einn eftir. Já, leynigestur tekur út Young Marco kominn full framalega þarna eins og sést hvað hann dó, en Dúkan bara tekur út Dag H og Steps verður að hlaupa inn á punktinn í gegnum allan hann skaða og það veit ekki á gott. Þá er fyrsti punkturinn bara kominn. Já, og Mercials einn eftir og er í raun og veru stakkiraður af því að hann dó seint áðan og þá deyr hann aftur seint núna. Ekki mikil fyrirstaða hinga til. Nei. Viki er kominn í þriðja spawn nánast. Þetta er kannski spurningur bara eins og í fyrri viðureign í kvöld að þurfa bara þetta eina stokk. Nota Fate of Both Worlds nær að lifa af en á sama tíma tekur Young Marco bæði Dr. Strange og Adam Warlock með sér hérna niður. Punkturinn er reyndar ekki komin neina leið áfram. Flott prís þarna. Spila framalega. Já, skilja eftir einn á punktinum og fara svo allir inn. Viki komin full framalega þarna núna, er alveg að fá ultimate, nær ekki ultimatinu sínu, er settur í banner. Nei, kemst ekki út lifandi, er tekinn. En punkturinn á sama tíma er bara að halda áfram þar sem að þeir eru nánast ennþá í spóni. Nota reynda núna teleportirinn til þess að koma sér fyrir. Koma út á beggja vegna. Dúkan fellur í ultimatinu sínu. Mjög vel gert þarna, já Tómasar. Nonsi að halda þeim öllum á lífi. Steps að reyna að búa til eitthvað plás. Squirrel Girl setur íkotnarna sína á stað. Spurning hvort að það ná að skapa einhvern usla. Allavega eru pikkin að fella fyrir STO og ekki hrottana. Dúkan að mæta aftur. Steps reyna að halda sér á lífi. Tómasar næra að resta 3 en þeir bara þegar þú ert endurlífgaður af Adam Warlock útinu þá kemur þú tilbaka með einhverjum 100 HP og það er bara ekki mjög erfitt að fylgja því eftir. Ekki þegar það eru svona margir á móti þér. Já. Þetta er galli við Adam Warlock úti eins og það gæti verið sterkt eins og önnur strategist úti eru sterk í leiknum að þá er bara of erfitt að fylgja því eftir þegar þeir eru bara 100 HP. Viki fyrir hérna inn með útið. Dúkan tekur út Mercials á meðan hann var í animationinu að fara í útið. Og þeir eru bara komnir í spáni hérna. Steps er að reyna aðeins að setja pressu á Young Marco sem að nær að halda sér á lífi. Hann ætla sér að ná Young Marco þarna eða hvað, þarf að bakka fyrir rest og fer þá á Vika í staðinn en þá eru bara 2 sem að eru í bakinu á Vika að halda honum á lífi og þá þarf Steps að bakka. Leynigestur tekur út dúkkuna, þeir eru með Fate of Both Worlds og Io Wakamoto þarna núna hrottarnir og þegar þeir eru að ná að vinna þennan fight. Mercials er kominn yfir á Hawkeye. Spurning hvort að það borgi sig fyrir hann. Vel gert núna, komið smá stopp hjá hrottunum. SEO eru aðeins högtandi. Já, eitthvað aðeins á báðum áttum núna og tíminn er að teka frá þeim. Og Dagur tekur út Andúriel í bara áður en að fæti raun og veru byrjar og kemur út ultimate núna frá Young Marco. Hann vill meira, nær eingöngu Degi H og er tekinn út þar að auki. Þetta setur ígóttuna á stað en í vitleysu átt þarna sýnist mér. Þeir fara bara í hans eigið spán sem já. Andúriel spara Degi H þarna með Fate of Both Worlds sem er alltaf betra að nota strategist úttil sín eftir á frekar hann fyrirfram og kemur ultimate þarna frá Tómasar. Spurning hvort að það sé nóg. Rær að endurlífga 3 við en bara
aftur, það er svo erfitt, þeir falla strax eftir að þeim eru teknir, eftir að þeir eru endurlíkaðir af því að þeir eru svo lágir Daðinn er skeður og þetta er 3-0 3-2 á Spider Islands og 3-0 SCO. Já 3-0 í viðreik SCO og Hrotta. Dúkkan er grísleiksins aftur. Það var ástæði fyrir þessu Magic banni í byrjun. Það var greinilegt. Og fyrir þessum vendunum líka að SCO voru að venda Magic. Já. Bæði skiptin sem þeir fengu möguleikan á. Þeir töldu það vissara að vernda Magic heldur en Venom líka einnig held ég bannaður til að byrja með. Já, hann var bannaður fyrst þannig að það var ekkert í boði fyrir SCO. Alla viðregna var Winter Soldier tekin út. Já. Hann var ekki með. Það er eitthvað sem að Hrottarnir hafa verið að vinna með en SCO hafa ákveðið bara að drepa í fæðingu. Já, sjáum líka mismunin bara á sko viðregnunum hérna í kvöld að Winter Soldier var með áðan en ekki neinu núna. Já, hann var mjög mikið spilaður áðan í raun og veru bara öllum uppum. Já, af báðum liðum. Já, oftar en ekki. Dúkkan fremstur meðal jafningja 22 final hits, takk fyrir. Hvorki meira nefn minna. Sjáum líka að Viki fór aðeins í gang eftir að hafa verið 5-9 eða hvernig sem það var 5-10. Já. Hann er núna 20-12. Já, 10 final hit, komin í tveggjastafa tölu. Eingöngu Andúril sem er ekki tveggjastafa tölu final hit. Georg í 48.000 blokk. Já, rútinum. Þetta var svona tímalega séð kannski, hvað maður segja, 1,7 ránd. Já, eitthvað svolítið. Ekki alveg 2. Nei. Það komast í 48.000. Já, það er vel í lagt. Það er virkilega vel gert hjá hann sem er strategispilari svo að það sé haldið til haga. Það er til að hafa það á hreinu. Já. En þá er þetta alltaf líðandi lok hjá okkur núna þessi tveir leiki búnir. Við minnum við þetta á að næstu helgi verður aftur streymi héðan á sama tíma á slaginu klukkan 6 þar sem við erum í Sviss-kerfi að þá vitum við ekki hvaða leikir verða fyrir valinu í útsendingunni næstu helgi. Vitum ekki núna. Þar sem að það þurfa öll úrslitin að koma inn úr þessari umferð og þá setur Sviss-kerfið upp mótherja fyrir næstu umferð og það verður tilkynnt síðar inn á Marvel Rivals Discord channelinu. Og við getum lofað eitthvað því að það verður æsi spennandi líkt og í kvöld. Já, og það er síðasta umferð, það er 5. umferð í Sviss-kerfinu, það er loka umferð fyrir úrslit og það er bara hver að vera síðastur að koma sér í topp 4. Já, það er svo sannarlega SCO halda föstum höndum sitt sæti. Ég heyri þetta ekki. Já. Minnum við þetta á Oat King og Red Bull tölvulistan og eins og sáuð á Arena Kia sem að gera þetta alltaf verkum hjá okkur og við þökkum kærlega fyrir stuðninginn og bara kvöldið held ég. Já, mælum með allir það eru komnar óendanlega margar tegundir af Oat King og bara í hverju einustu viku kemur ný Red Bull þannig að og ef þeir ekki rúlandi á Kia, hvað eru þá að gera? Já. Annars bara er þetta komið gott í kvöld og ég sjáumst næstu helgi. Verið sæl.
Wait, is he switching lanes?